á þetta, það kom með því. Það áramóta kæfan, 2025. Já, síðasti þáttur ársins. Kjúið flugeldana. Það var þetta flugutarsýningarna rétt á hann sem ég græði sko. Já, það var eins og einhver veri bara að sprengja ruslatunum, þetta var svo hátt. Já, við kópúinum ekkert að fyrst. Nei, það er alveg stemning hérna, menn hafa greinilega vita af upptökunni. Mikil stemning í kópúinum, en við erum með kalda. Já. Og við höfum alltaf verið að auglýsa kaldan, en hann hefur einhvern veginn ekki komið þessi jólin. Það hefur verið bara hefur gott viður. Þú ert reynda búin að vera kanari, en jólakaldi engu að síður heldur hátíðunum uppi. Já, nú fyrir hver var síðastur að næla sér í hann og drekka hann. Já, þetta er auðvitað seasonal Kaldi bjór. litli jól. Og svo erum við með Volt, en við komum betur að þeim að eftir að því að við erum með sannkallaða sprengju, líkt og vinnur okkar í þjóðmálum. Já, heldur betur. Við erum svona kannski með Poor Man's útgáfuna af því. Það var ekki að tala um gestina, heldur þeir eru í Borgarleikhúsinu með 17 manns. Já. Við erum með hérna 2 glæsi mennenda með okkur hérna. Já. Og þetta er einhver að hlusta á þetta. Já, hrikalega vel gert hjá Gísla, en í kvöld erum við með í síðasta þætti ársins 2025 og jafnframt í áramótakæfu Chess After Dark þeir Hörður Ægisson, ritstjóri Innherja og góðvinur þáttarins og Þorbjörn Atli, forstöðumaður greininga og einn af eigendum Akro og Verðbréfa ásamt því að glæsilega knattspyrnuferil Sem við fórum yfir í síðasta þætti, hann kom fyrir árið síðan. Já, þessi mætu drengir hafa báði mætt til okkur og hvetjum alla til þess að taka þá þætti. Kannski fínt að leiða þetta við spurðum hann fyrir árið síðan hver er besta leikmann sem hún spila með og hann glemdi var að nefna Nicolas Anelka. Já, eða. Já, þetta kom á einhverjum að ég hitt ykkur í einhverju góðu geimi. Ríða störgleika meira upp hérna eftir þennan þátt. Já, við förum yfir þetta. Hvernig, ef við byrjum á þér, Hörður, hvernig liggur á þér? Bara mjög vel. Þannig að búið að vera gott úr að baki. Bæði í leik og starfi. Liverpool vann Englandsmeistaratitilinn. Jú, rétt. Það var svona einn skemmtilegasta tíðind ásins. Og svo bara búið að, já, mjög gaman að þessu ári. Já. Þú ert alltaf í áramótakæfunum í ár. Þú varst á... Já, þetta er búið að vera svona alveg gríðilega þung heimavinna undanfarna daga. Já. Ég var fyrir dag upp í Ríkisútvarpi að taka upp með ásamt öðru góðu fólki innlenda fréttaánál sem mæti hérna til ykkar að tala um markaðina og svo á morgun eins og nefndið það er áramótabomban hjá Gísla og þjóðmálum í Borgarleikhúsinu. Já, geðvikt. Ég ætla að byrja og spyrja Þorbjörn, hvað varstu með í matinu á aðfangadagskvöld? Herðu, við vorum með hamborgarhegg. Já. Bara svona... Þú ert á gamla skólanum, það kemur lítið óvart. en svona... já, árið er bara búið að vera dálítið svona sveiflukent og hérna maður oft sé svona já, maður er ekki síðan eins allavega svona vinnulega séð kannski, en árið er bara búið að vera ljómandi, myndi ég segja og hérna allavega framgengur vel það svona hjálpa manni gegnum erfiðustu tímana og tala nú ekki um bikar og Íslandsmeistaratitla í handbolta. Einmitt, nú að titlum í úrvalsáttarinn. Já. Þannig að þeir eru með titla á bakinu þetta ár. Já. Það er eitthvað meira en við. Káringurinn hérna. Já, en býttu bara. Það er nýtt ár og enn í garð og... Rétt. Ég held að það verið ár Káir, búin að sækja Arnór Ingva og ég veit ekki hvað og hvað. Það er ekki að spila þess að deil. Nei, ég var að segja, hvort það væri ekki bara úrslitaheimi milli Víkings og Káir. Eitt úrslitaleikur. Strákar, einhver áramóta heiti, árinu 2026? Voru kannski einhver árið 2025? Já, en ég stóð ekki við það. Ég hugsa um það. Nei. Hvað var það? Ég vil ekki upplösta um það. Það sér eitthvað eftir þátt. Nei, náttúrulega klikku að vera ekki með þessa spurningu fyrir hún. Ég var bara ekki búin að pæla í þessu. Já, ég get ekki sendt þér alla spurningar þar. Nei. Og svo gifti ég mig árinu. Herru, til hamingju og takk fyrir boðið. Takk. Já. Eins og þið takkir ekki eftir fyrir árið síðan, þá hvetjum alla til að taka þá áramótakæfið. Það var gaman að sjá hvað þessi menn, þá Þorbjörn Atli og þá Björn Þorfinnsson höfðu rétt fyrir sér í kristallkúlunni sinni þar. Björn Þorfinnsson, rekinn. Því miður, hann er rekinn. Hann er rekinn. Já. Við fengum inn virtan fjölmiðlamann, Hörður Ægisson. Þegar Hörður Ægis væri búið, það var bara ekki annað hægt. Nei. Hann fór líka bara til Lás, eitthvað hitt eitthvað ladyboy, sko. Ætlum við þangað strax, við erum alltaf að byrja að rættir um þetta. Það er verið að setja tónin, gott og vel. Við erum með Volt nóga tilbúðum áramótin. Já. Ekki vera fastur í umferðinni, já, eins og trúður, já. Láttu bara Volta þetta til þín og svo erum við þetta með Volt Plus áskriftina. Og Hafkaup þeirra nýjasti leikmaður. Rétt. Og það er einhver góð kóðið þarna í umferð, 30% af. Já, sem er Dokk-kóður reyndar og það er alltaf að mæla með honum. Dokk Hafkaup held ég. Já.
Frábært sem auðvitað annan kóða. Notið hann. Já, en sko, við ætlum, áður en við förum í kæfuna og langum í nokkra stutta umræðupunkta. Byrja aðeins í pólitíkinni, af því að Þorbjörn allir bað sérstaklega það. Já, baðum að sérstaklega fyrir það. Sko, nú er ríkisstjórn Kristrúnar Frosta búin að starfa í 1 ár og staðan er svo að verðbólga hefur ekki verið hærri í ár, atvinnuleysi hefur ekki verið hærra frá COVID-tímanum. Sko, byrjum á því, hörður, hvenær fer planið að virka? Er það kannski byrjað að virka? Nei, planið er ekki byrjað að virka. Ég held að ríkisstjórninni væri greiði gerður að hann spara svona hástemmdar yfirlýsingar á þess að reyna að haga væntingastjórninni betur af því annars kemur þetta bara í bakið eins og þeir hefur að gerast aldrei trekk í trekk á þessu ári. Ríkisstjórnin tekur við hvað hún formlega myndu 21. desember í fyrra, rétt rúmlega árið síðan. Mér varst margt sem kom frá ríkisstjórnin til að byrja með bara hljóma vel. Ég held að það byrjað komist til valda og verið mynduð með alveg ágætis velvild hjá atvinnulífinu. Atvinnulífið svona hort á bolt hafi ekkert verið neikvætt í garðs ríkisstjórnar. Maður átti orðin svona langvarandi þreytakakvert fráfærandi ríkisstjórn og aðgerðleysi hennar í mjög svona stórum þjóðþrifamálum sem þetta bara, hún átti erfitt með að ýta úr vör út af bara ósamstiga ríkisstjórn. Nýja ríkisstjórn tekur við, þú veist, hún með kemur sem mér fannst bara fínt, stuttan og skýran svona stjórnarsáttmála. Ég var bara rifið upp í morgun að bara fyrstu 2 setningar í þeim stjórnarsáttmála sem oft er svona hort til, svona varandi hvað er leggja mest áherslu á. Þá segir hann að þetta er bara höfuð áherslu þessar ríkisstjórnar að ná stöðuleika efnahagslífinu með því að grípa til aðgerða á ríkisfjármálum til þess að ná niður verðbólgu og vöxtum. Og þetta er ríkisstjórn sem ætli að efla verðmætasköpun í samfélaginu. Hún meðal annars snemma á sinni tíð, þú veist, fyrir að bóða hagræðingatillögur, þú veist, var pólitísk klók með að kalla eftir alls konar tillögum og kynni síðan eitthvað pakka. Allt hljómaði þetta vel. Hún auðvitað hrindir að stað því verkefni sem var auðvitað bara þannig sé klárt hjá fyrir ríkisstjórn, þurfti bara íta að play, það er að selja hlut í Íslandsbanka í maímánuði. Það heppnaðist bara vel. Ég myndi segja að það hefði nú verið erfitt næstu að láta það heppnast illa. Svona, þú veist, í ljósið hvernig það var stillt upp, almenningi gefinn forgangur, það er veittur, ef ég nota það leiðilega hugtak í kringu svona útboð, þú veist, ágætlega ríflugur afsláttur með gengi sem það hefur verið áður og en það tókst ennþá betur til heldur en væntingar voru þú veist, almenningur bara tók þetta með húði og hár og hann rúmlega 90 milljarða og þeir sem tóku þátt í þessu útboði, þú veist, þá ávaxta pundsitt svakalega vel upp 37% frá því útboði var að því gefna menn hafa ekki selt og hann þannig að þú veist og í byrjun ársins voru verðbólgan áfram að lækka, vextinni héldu áfram að lækka. Það var svona, þú veist, menn voru að horfa inn í þetta ár eins og það væri kannski mögulega að fara að renna upp þessi sjaldgæfa sviðsmynd í íslensku efnahagslífi, svona í hagsögulega síðan að það er mjúk lending en síðan svona breytist það mjög svona snöggli af, myndum maður segja, svona á seinni helmingi þessa ás. Ríkisstjórnin fer aldrei að missa salin, finnst mér svona frá atvinnulífinu, eða frá sjónarhóli atvinnulífsins í kringum veiðigjaldamálin. Ég held að það hafi komið öllum á óvart meðal hans forsvarsmönnum í sjávarútvegi hversu bratt var farið í þetta og miklum svona ofsa. Það voru allir meðvættur það og var svona hviðan það í stjórnarsáttmálanum að menn vildu fara í ákveðnar breytingar á veiðigjalda svona regluverkinu og Kristrún var búin að vera mánuðin og missir hann á undan að ganga hringinn í kringum landið að eiga fundi með sjávarútvegsfyrirtækjunum, forsvarsmönnum þeirra og svona útskýra fyrir þeim þið hafið ekkert að óttast og jú, þú veist, við ætlum að höfum huga á því að hækka veiðigjöldin ef við komumst að valda en hafið ekki áhyggjur, við ætlum að gera þetta yfir langa tíma. Þú veist, reyndin massi en önnur og með hann fannst svona hvernig þetta var unnið í þinginu
skeytingarleysi gagvart athugasemdum ekki bara fyrirtækina sjálfra heldur sveitafélag út all landið í kring fyrirtæki sem eiga hagsmunni undir því að þjónusta sjávarútvegsfyrirtækin og svo framvegis og það var svona látið lítið með þetta allt saman, það var svona alveg mjög augljóst að ríkisstjórnin ætlaði að sýna valdsitt í þessu máli og sýna hver ræður og eitthvað talum að það, þú veist, einhverju frasar að ná fram með einhverju leiðréttingu og svara kallið þjóðarinnar og auka tekjur ríkisins með einhverja milljarða sem við vitum að hort einhver ári fram í tíman muni sem ekkert skila sér vegna þess að þetta ekki bara einhver að fylla inn í eitthvað Excel-skjal fyrirtæki bregðast við breyttum aðstæðum eins og við sáum strax í kjölförið og fara að hagræða og minnka fjárfestingu og annað þannig að lokum minn að þetta ekkert skila sér eins og lagtur upp með þarna var alltaf svona byrjaði þessi vegferð ríkisstjórnar með þótt undan mánuði rosalega mikil svona skortur á því að veita eitthvað fyrirsjáleika út í atvinnulífið og skortur á því að vera tilbúin til að hlusta á þegar atvinnulífið að gagnrýna. Við sjáum það hjá ferðaþjónustunni, við sjáum það hjá bílaleigunum og fleiri stöðum og það hefur lítið fresta þessum hagræðingartillögum sem ég nefndi áðan, ekki neitt og svo kemur fjárlagafrumvarpið, það hvorki gott eða slæmt, það allan ekkert eitthvað innlegg inn í það að hana nánuðu verðbólgu hérna á vöxtum, það var bara svona hlutlaust, en samt stoppaði það ekki ríkisstjórnina þegar við sáum svona óvænt verðbólguna fara aðeins að lækka skarta á allar síðustu mánuðum ársins og koma einhver leiti, allan sumum, síðan óvart að vexti voru lækkari í nóvember og kom okkur Þorbjörn Atli ekki óvart sem heldur spáð fyrir það en þá var svona ríkisstjórnin alltaf svona að baða sig í ljóma þess að eins og ég nefndi upp að plani væri að virka þetta var engin atburðarás sem að knúin áfram af einhverjum verknaði ríkisstjórnar, bara alls ekki og síðan þetta kemur vondmælingi í desembermánuði og allt snýst við en hann á hvað þá ríkisstjórnin að segja þannig að nei, þú veist heilt yfir hefur verið þetta fyrsta áríkistöndina valdi manni vonbrigðum og mann hefur svona þótt maður hefur að horfa fyrst og fremst til samfélgingana en líka sérstaklega hvað Viðreisnar sem að held að vera svona hægri sinnaða flokkur og það kemur rosalega lítið af málum frá Viðreist þú veist, annars vegar málum inn á þingið eða bara hvernig þau tala út af við og annað sem fæma til þess að halda að þetta sé eitthvað svona frjálslindur tiltölulega marka sinnaða flokkur því miður og saman með samfélkinguna það er svona því miður hann verið svona dýpra á vinstri mennskunni heldur en maður vonaðist eftir þú veist ég samt geta alveg hrósa sumum maður getur hrósa Jóhanni Páli maður alveg fór hrós fyrir að hann allan hefur látið til sín taka í þessum stóru orkumálum og ég heyri það bara hjá fyrirtækjum eða sérstaklega kannski hagsmunasamtökum þeirra fyrirtækja í húsi atvinnulífsins sem að vinna þá þétt með orkumálráðandun að þau eru hrifin af því hvernig hann að ná fram sínum málum þannig að meira af því minna af hinnu sem ég nefndi. Já, Þorbjörn? Já, þetta stefnir í langan þátt. Já, þetta var mjög góð yfir. Já, þetta var geggjað. Sko, hvernig þetta horfið í mér. Það verður langur þáttur bæði. Þetta er svona, sko, hvernig þetta horfið í mér, það er þetta sammála því að maður verður þetta að passa sig í svona, sérstaklega út að spá fyrir verðbólgu 1 mánuð í senn, sko. Þannig held ég flestir greiningar átt mjög erfitt með að spá fyrir verðbólguna bara síðustu ár út í það er farið og eins og út að nefna, ég held að það er í 19. desember kemur ykkur færsla hjá Kristrúnu þar sem hún að með sleggjuna og gott og vel, þetta leit bara töluvert vel út og svo gríðarleg vonbrigði mælingi sem kemur síðan viku setna en maður verður þá sko að vera tilbúin til þess að já sko maður þarf að spóla þá alla leið tilbaka og allan að frá því að þau tóku við völdum ég er svona
grunninn þá fæ ég ekki séð hvað það sem að þau hafa gert til þess að lækka vexti og verðbólgu. Ég var nú að skoða eða við í Akró daginn svona, hvernig hefur launaþróun verið. Hið opinbera allavega með við mælingu eða sem tölurnar það sem skipt niður eftir geirum að þá hið opinbera sem ríki og sveitafélög þar er launavísitalan að vaxa 11%. Já. Á meðan hún rétt rúm 6% á almennu vinnumarkaði. Ekki það hjálpa og það hefur síðan áfram áhrif á fasteignamarkaðin og allt það sem koma skal. Það getur vel verið að og svona kannski að eins og maður horfir á það öllum líkindu verður launavísitalan eitthvað lægri, sérstaklega í ljósi efnahagsumsvifana sem að þau vilja væntanlega ekki taka ábyrgð á að líta ekkert sérstaklega vel út núna. Nei. Og svo erum við að koma sem sagt frá árinu 2024 þar sem stanslaust búið að vera færa niður sem sagt hagvöxtinn. Svo þetta ár farið úr, ég man ekki hvernig þetta var uppalega 3% eða eitthvað á endanum, þetta endi ekki, ég veit ekki eitthvað starf, námið á 1% kannski. Og að mínum að horfurnar ekkert sérstaklega góðar inn í næsta ár. Svo eins og nefni varðandi ríkisfjármálin, það allavega áfram halli og lánsfjárjöfnuður, það var nú verið tilkynnt það áðan, allavega að taka nettó 80 milljarða að láni á næsta ári. Þannig að svona, ég veit ekki, já, þetta svona búið að vera svona ár, einhvers konar átaka tengt þessu veiðigjaldafrumvarpi, svo einhvern veginn finnst mér ekkert mikið annað sitja eftir. Nei, svona hlustandi á okkur tala, mér finnst svona eins og þeir kannski að gefa þessu svona 4-5 í einhver stað þar. Erum við samanlega, eða minna, eða? Ég finnst að ég næstu eiginlega vel í lagt, Já, ok. Já, þetta er fyrsta árið hjá þeim og svona fólk að feta sig áfram í þessu og tekur einhver tíma að koma málum í gegn. En maður myndi vilja, þú veist, svona, bara eins og nefndi á hann í upphæðu, þú veist, það myndi strax verið bót ef þau eru tilbúin að tala stöðuna meira í samræmi við raunveruleik, þú veist. Þannig finnst mér að leiðtogar að gera og útskýra bara stöðuna, það er enginn að segja þessi dauðu og djöfullina alls ekki. En þau eiga það til dálítið að tala þetta nánast í svona hæstu lýsingar orðum og þau séu með þetta nánast allt undir kontról og eins og nefndum að planið sé að virka og rosalega svona upplifum að skeytingarleysi svona fyrir í haust þegar að vara að dynja yfir eitthvað röð áfalla fyrst með play og svo þetta áföllin í stóriðinni, hvað sem það væri Elkem eða Norðurál eða PSC á Bakka og það hafa svona viðhorfið bara, þú veist, það er ekkert að sjá og hann bara áfram gakk og svo þetta kemur þessi í beinu framaldi þessi ótrúlega framvinda með dóm Hæstaréttar sem bætti svona ofan í að gera, þú veist, ástandi í efnahagslífinu í raun og veru erfiðara, þú veist, herti aðalstíði allt verulega. Þessi tveir þætti sem er að draga fram, annars er áföllin í útflutningi en kannski aðalega síðan afleiðingar þessa dóm sem herti aðalstíði, sem nefndi mjög mikið með því að fækka valkostum fyrir fólk til þess að taka verð til lán og ef þau gafðu tekið þá var að hærri vöxtum. Þetta leiði til þessara vaxtalækkunar og ríkisstjórnin svona dálítið klapp sér á baki fyrir að hafa náð þessu fram Þannig að ef maður myndi vilja svona ráðin næsta ár, þú veist, sprautið ykkur aðeins niður, þú veist, bara og hann verður svona aðeins jarðtengdar í því hvernig verið að tala stöðuna og það mun reyna held ég miklu meira á ríkisstjórnina þegar kemur á hagstjórnina næsta ára heldur en að gert hingað til. Þú veist, ég veit ekki hvort að sammála mér það stefnir í erfiðara ára næsta ári held ég, þú veist. Það bara vantar inn tekjur
og það ekkit verið að skera niður á móti sem að sér og maður er svona frekar ágjur að hallin verði þá meiri. Við erum í framleiðslu slaka allan með að nýjustu spá Seðlabankans. Svona. Góður. Já, við erum í framleiðslu slaka með að nýjustu spá Seðlabankans. Svo hef ég gríðarlegar áhyggjur af því sem að kom fram í síðustu verðbólgumælingu og einhvern veginn það hefur engin nema kannski Villi Birgis pikkað upp en það hefur ekkert verið gengið á eins og Orkuveitun og Veitur að hækka þarna gjaldskrá og heita þarna hvað 7%. Mér finnst þetta og væntanlega til þess að hækka aftur áramótin, við vitum það ekki, það verður engin spurt að því. Nei. Mér finnst þetta að vera alveg ömulegt innlegg inn í það sem er verið að reyna að gera að ná niður verðbólgunni og það er einhvern veginn öllum sama og veist, þetta bara setur svo gríðarlega vont fordæmi fyrir alla aðra og ég tala nú ekki það sem ég var að tala áðan með launaþróunina þó við séum alveg í vari hvað almenna vinnumarkaðin svona varðar en það er svona skýtur svolítið skökku við að núna þarf almenni Geiri menntalega að hægra enn frekar af því að hann þarf að taka á sig sannismundar launahækkanir sem er engin innistæða fyrir bara 0 Versta móti og svo á hinum endanum hefur opinbera bara lifir ykkurum allt öðrum veruleika. Já, klart. Afsakanabókin er alltaf búin hjá ríkisstjórninni núna. Þið gáttu falið sig kannski 1 ár, núna er bara það er búið hitni heldur svona þeirra stansi. Já, ég er ánægður með þetta. Það er verið að maður kastar út kjötbita og það er inn að beini. Þetta er allt krufið til merkjar hérna. Ánægður með þetta. Svo ég ætla að fá eina mann hérna snögga áður við færum okkur í aðra sálma, svo við erum nú á kæfunni. Byrjum á þér aukin umræðum þjóðaratkvæðagreiðslu, mun hún gera út af við flokk fólksins á næsta ári eða mun hann býta frá sér kannski? Ég myndi segja að reynslan af þessu fyrsta ári þá virðist flokkur fólksins að hafa jafnvel meira en 9 líf spurning hvort þetta muni breyta einhvern það þetta hafa þetta hvert einasta mál sem hefur komið upp öll svona axarsköft í þessa ríkisstjórn hafa verið tengd flokki fólksins það virðist vera alveg ótrúlega mikið langlundar geð hjá samstarfsráðurum þess flokks í ríkisstjórninni fyrir því þótt að maður svona skynjaði sérstaklega í síðasta málinu með hann skólastjóra í hvað Borgarholtsskóla að það hefði nú svona það var eftir í tekið hvað ráðherrar bæði Viðreisnar og Samfylkingar voru ekki tilbúin til að stíga upp til varna fyrir því máli en já sérstaklega yfir ríkisstjórnin sem hann er svona farið að grunna muni mögulega að fara fram með þessa atkvæðagreiðslu hvort að eigi að sækjum aðaldi ESB ef ríkisstjórnin ákveður að fara fram með þá atkvæðagreiðslu á næsta ári í staði fyrir 2007 og margir hafa svona hingað til talið er þið frekar því að talaðum í stjórnarsáttmálum að þetta þarf að vera síðasta lagi í lok árs 2027 þá er þetta ljóst að við erum að fara inn í þá menn þetta ár sem er að líða að vera blikna í samanbyrju næsta varandi einhvern átaka ár og núna þegar flokkur fólksins sem mælist trekk í trekk bara í kringum 5% sáðan bara í gallup-könnun sem byrtist á RÚV þá þarf nú flokkur fólksins að eitthvað minna á sig gagnvart sínu baklandi og ég held að bakland flokks fólksins sé ekki á þeirri blaðsíðu að vilja að flokkurinn sinn verði í ríkisstjórn sem ætlar að fara þá að vera þáttakandi því að tala máli þess að Ísland aðlægist ESB ef atkvæðagreiðslan fer með þeim hætti að fólk vilji sækjum aðelda Evrópusambandsins sem ég vona innilega verði ekki niðurstaðan. Sammála því, þeir getur þurft að spyrna sér frá botninum, þeir reyndar, vissi gæri búin að sína það að þetta er nú kannski ekki einu svona botnin. Grillmarkaðurinn, fyrir þá sem er að leita sér að upplifun. Jú, þetta er matur, en þetta er upplifun hann, sko. Já. Nú er að ganga í garð leiðilegasti mánuður ásins, þó að ég vissulega ammali í þessu mánuði. Já, sama hér. Og já, sama hér. Hvernig væri að lífkupa í janúar? Brjóta upp skammdegið. Þenni heitelsku á grillmarkaðin. Fáðu grillaða humarala, forrétt, gæti verið. Gæti verið steikjarrætt. Já, gæti verið steikjarrætt, ég var að hugsa. Erum við að hugsa sami eftir þetta?
Já, einhver kaka eða eitthvað crème brûlée eða eitthvað svona. Vá, smá lúksus. Já, grillmarkaðurinn, takk. Já, Þorbjörn, ætlaði að þér sko sjálfstæðisflokkurinn, er hann komin á það sem hann getur spyrnt sér upp aftur eða er hann enn á niður? Ekki þess. Sko, þetta er náttúrulega bara eins og spá... með eitthvað analýs Já, þetta er svona svolítið eins og spá fyrir verðbólguna. Og það er ekkert gengið neitt sérstaklega vel. Sko, ég veit það ekki. Og þess að ég gefi eitthvað upp mína pólitísku skoðun. Ég meina bara eins og hagfræðingur og annars vegar þá getur boðskapurinn einhvern veginn ná til fólks og hinn veginn ekki. Við sáum Samfylkinguna held ég á sínu tíma grotna niður í hvað var þetta orðið 7% flokkur eða hvað hún er. Minna held ég mér. Mér finnst ekkert svona út á við vera mikið stemning fyrir sjálfstæðisflokknum í dag og sko hlustaði nú á Sigmund Davíð vera fjallum þetta sem hann nú svona reyna að gefa heilræði að svona að færa sig til hægri þegar væri nú svona kannski meira eldaði sem Samfylkingin væri að gera. Ég held að séu nú svo sem að gera það en mér svona vera einhvern veginn svona ákveðin pólar í þessu. Það er ákveðin hópur sem að talar mjög mikið til hægri og svo annars sem kannski gerir ekki nógu mikið. Einhvern veginn þurfa þessir hópar svona kannski að ná meira saman, ég veit það ekki og þetta sjálfstæði sem að segja alltaf að það er öll sjónamið og viðhorf þrífast innan flokksins og svo framvegis en mér finnst þetta ekki mjög spennandi. Nei. Okkar Eiríkur Bergmann hana. Hagfræði Lisa. Heyriði, við erum nú einu svona í Chess After Dark. Já. Skáka í skjóli myrkurs þó við höfum fært okkur alltaf lengra frá skákinni. Já, því miður, segja sumir. Já, en Sumir fagnaði. við erum svona kalla eftir því, kannski ekki opinberlega, en í einhverjum dimmum bakherbergjum að það vanti svona svolítið fleiri skákbari. Sammála. Það var Kaffi Rosenberg niður í bæ, ég veit ekki hvernig staðan er á þeim núna. Það er algjörlega vant á Norrlandi, list í listagarðinum, hefur heldur betur svara kallinu. Þeir eru opinberlega orðnir heima öllu skákarnar á Norrlandi og Akureyri og þar fáið 2 friðna kalda. Ef þú segir það Kat sendi ykkur, já. Mér finnst alveg leiðilegt, ég skal bara viðurkenna það hér með, erum við ekki aðeins að opna okkur? Jú. Þegar fyrirtæki komið til okkar og byggja okkur um að auglýsinga og það er bara 2% afslátt. Það er 2 fyrir 1 af kaldabjór á list Akureyri ef að Kat sendi ykkur og það getið tekið nokkra bröndóttir leiðinni. Svo aðri vinnur okkar, það er heimaform. Já, nú er janúar gangi í garð, þetta er 9 vinnir. Byrja árið með stæl, slepptuðu brjálaði sem getur verið í gimmunni í byrjun hvers ás, fáðu bara tæki sent heim tilbúið til nótkunnar. Ég er bara að vera róðravilla, ég þarf að koma í stand. Hátt ekkert í hana, Nei, byrja að trappaði upp. Já, uppbyggingatæki kannski. Já, það lístu vel á. Já. Já, gerðu það svo er stikla stóru, því sem gerist á árunu. Já, Hötti tók þetta svo vel á hann en ég held hana, já. Já, rennir mér þetta hérna. Play var gjaldþrota Íslandsbanka útboðið sem við tókum stóra vaxtamáli. Markaði náður lágpunkti eftir tollatilkynningu Trumps, klístru gólf og synjun plöguði Alvotech. Landsbankinn keypti TM. Hermann Guðmundsson er ástfagnast maður landsins, það er ekki spurning. Heimar keypti Grósku og Novator félagið eru stærstu hlutafar í heimum. Breim keypti Lýsi. Greta María hætti í Prís. Skjel var þitt stærsti eigandi Sínar. Tja, strákar, erum við að gleyma einhverju? Hvað var stærsta? Já, kannski síðustu svona vikum ásins og var síminn hana á smá shopping spree, hana tók 3 fyrirtæki á nokkra vikna millibili. María með veski á lofti. Strauja þetta. Já, þannig annars svona neini síðan þetta, þú veist, þessi stóru bankasamruna sem er búið allan að setja stað og vonandi raungerast á næsta ári. Við munum eftir í ári fór alltaf stað með kvellið þegar hann Benni Arjón tilkynnti snemma í janúar minni mig að Arjón vildi saminast Íslandsbanka og það var svona einhver flétta sem held ég fæstum hefðu hugkvæmst þótt að menn vissu öll þessi fjármæli verður ekki að vera mátasögu kortan en átti ekki vonu á því að þessi 2 stóru banka myndu láta reyna sem þetta gerði síðan ekki. Var Benni kannski 70 skák hann?
Já, ég held að ólíkt öðrum manni sem við kannski tölum með seinna sem oft talað að sé einhvers konar skáki þá hefur Benni allan að hæfileika og sér lengra heldur en sámaður þannig að hann líklegri til þess að vera í 70 tjassi. Já. Sko, ég ætla að spyrja út eitt Þorbjörn, út í Sjálfstæðisflokkin nei sko, var þetta sætastöðu kostningu Nei, að því að við erum ekkert sérstaklega að fara að ræða Play í þessu þætti, en hörðu nefndið náttúrulega yfirferðinu sinna á hann, heldur að lendingin og Play hafa verið betri að verri en byggustu? Ég held það er náttúrulega bara ekkert komið í ljós ennþá hvernig það verður, það er eins og Æslandir hafa bent á, það er ennþá heilmikil samkeppni fyrstu áhrifin allavega fyrir vísitölu neysluðar, svo tölum enn og aftur hana eru svona ef maður tekur þessa mánuð eftir fall Play að þá hefur þessi flugfargjaldaliður hækkað í vísitölu neysluðar talsveit mikið að því leytinu til er það verra fyrir neytendur allan svona fyrsta kasti svo hefur maður ekki hugmynd hvernig Hagstofan er að mæla þetta maður hefur svona tekið eftir allan að finnst mér það brjóstuti segir mér að ECT eftir segja svona gera sig eitthvað meira gildandi þannig að en þetta voru hvað 400 mann sem að bara mistu vinnuna svona allavega hvað ef maður horfið þá á krónuna að þá held ég að það hefði ekki haft mikil áhrif þannig að fyrst sinn Íslendinga kannski eitthvað það er reyndar eftir að koma líka í ljós kannski spurning ef að flugfargjöldin fara hækkandi fara Íslendingar eitthvað minna til útlanda og á móti þá svona ef maður horfir út frá gjaldeyrisjöfnuðunum þá á móti tekjónu sem kom inn en auðvitað er þetta ekki ætti svona, það er einhver neikvæðar en þau eru ekki mikilu en svona að vera að meta þetta í kringum 0,5% til lækkunar á hagvexti. Já, hörður, sko, þú náttúrulega bara hvet hlustendur til að hörður skrifaði fjölda góða greina Play og var þetta að fara vel yfir þetta og við tölum líka þetta þegar þú komst til okkar, held ég síðast allavega nokkur sinnum þegar þú kom til okkar. Hvernig horfðu þetta við þér? Ég man allavega síðast þegar við spurðum þegar voru lífi að þá eins og við tölum þá voru þau komnir með þarna auka penings og allt henni kemur skellurinn svona núna ríkið aðeins sest. Hvernig horfðu þetta við þér? Nei, eins og þú segir það klárast hann að tæplega 3 milljarða fjármögnun í formi breytanlega skuldabréfa hann hvað seint í ágúst minni og hann ég man ég tek viðtal við Einar Örn þáverandi forstjóri og eitt stærsta hluta hann sem held ég birtist snemma í september og það sem hann aðeins að fara yfir stöðuna og það er á meðal, ég held ég við sleið því upp í fyrirsögn vegna þess að mér það svona helstu tíðindin að hann var aldrei boru brattur að segja að þetta væri tilbúin til að segja að þetta væri síðasta fjármögnun hjá félaginu. Það var rétt hjá honum. Og það var vissulega rétt hjá honum en ég er ekki viss hann að meinta í þessum skilningi og þetta kom það var allir sem að vera með opin augu og eyru undanfarin 2 ár og fylgst þokkalega vel með þurftur ekki að fylgjast bara með vistafréttum bara almennu fréttum að því að flugfélög hérna í Íslandi eru svo svag fá svo mikla athygli að félagið þetta hefur bara verið erfiði stöðu nánast frá því að var stofnað og hann var búið að vera ég segi ekki langvinn dauðastríð en það er ekki heppilegt þegar það liggur fyrir augum allra að félagið sé trekk í trekk að þurfa að sækja sér meira fjármagn og það þetta veldur því að traust neytenda til félagsins og hjákvæmlega fyrir að dvína og fólk fyrir kannski að halda þessur höndum í að panta sér miða og þá er þetta fljótt að gerast og svo verður ekki hort fram á því að þegar að formaður félags atvinnuflugmanna stígur fram þarna á eiginlega í sama tíma og félagur er að klára fjármögnuna sinna síðastliðu sumar það var bara stór þáttur í að stúta miðasölu félagsins á vikunum sem fylgdi í kjölfarið hún dró saman mörg 10% með það sem hafi verið áður þannig að það hjálpaði ekki til en síðan þess að Þorbjörn allir nefnir ég meina
þetta var auðvitað ekkit svona áfall eins og þau verið munum þegar allan fyrir þjóðabúð eins og þegar VAR fjall snemma ást 2019 félagi var á leiðinni raun og veru inn í eitthvað skél að fækka vélunum sem í 6 var að undirbúa flutning á flugrestarleiðinu og vélunum til Möltu vissulega voru á þeim tíma þegar félagi fjallana í lok september 400-500 manns starfandi en það var ljóst að þegar hort var inn í næsta sumar að það eru miklu færi starfsmenn þannig að í staðan fyrir að þetta myndi gerast þá núna yfir þennan vetur og fram með sumar svona hægt og bítandi það gerast það bara með kvelli en það má alveg segja að þú veist þetta hafi samt verið svona fyrirbóðum það sem líka er að fara að gerast og er byrjað að gerast í ferðaþjónustunni í Íslandi það er augljóslega að gefa bátinn þar sjáum það bara í tölum komu ferðamanna gegnum Keflavíkurflugvöll það eru miklu farir sem koma núna jólavertíðin heldur en í sama tíma í fyrra mann heyri það ferðamönnum eða bókunum inn í veturinn og inn í næsta ár það er að draga saman sérstaklega þetta við Bandaríkjamenn og einhver leiti Breta það er mikið ágefni Bandaríkjamenn sé að fækka í stórum stíl sem eru þeir sem eiga hvað mestu þannig að þetta svona beinir aðeins kastljósuna af því að hann þótt að hafi gengið vel heilt yfir í ferðarþjónustunni í ár þá er útverðið að verði næsta ár verði ekki jafn gott Man hefur fundið sem sko ferðarþjónustan er ótrúlega seig Já. og svona gegnum tíðina hún finnur sér leiðir og þetta líka bara rosalega hátt raungengi á móti dollar sérstaklega sem hefur komið sér bara í síðustu uppgjörum náttúrulega hefur Æslandi til dæmis fundið aldrei hressilega fyrir því en það er líka sko allavega núna eitthvað sem er allavega virðist vera meitla í steina það eru fækkun út af sko þessum skemmtiferðarskipum það er svona það er aldrei svona alvarlegt mál fyrir landsbyggðina þetta skiptir sköpum fyrir svona lítil og meðalstór fyrirtæki það geti verið lúmst en ég veit ekki hvað hagtölur hörður búin að sjá fyrir desember ég hef allavega ekki séð þar varandi komur en það er alveg rétt að ég er á með eitthvað viðtal Jónas Stóra sem að vera að tala hann við Keflavíkurflugvöll að vera það kemur mann ekki óvart sko. en og svona verið þetta svona hefur verið svolítið undir eftir að hafa í rauninu sumari verið betra maður þorað vona sko. Gjaldi á skemmtiferðarskipin, var það niðurfellt eða? Það var lækkað. Heldur þeir til streitu? Það var lækkað? Það var lækkað eitthvað sem það tekur gildi hvað næst árið þá. Já. En það er sko allavega aðeinslega sem er í þessum geira að tala að sko það er bóka mörg ár fram í tíma. Fyrirsjáleikin skiptir miklu máli og þessi fyrirtæki hafa verið að færa sig þá bæði við til Noregs og Írlands eftir því sem ég kemst næst svo finna náttúrulega bara fyrirtæki sem er í þjónustu við þetta fyrir þessu þetta svona seitlar út ofan í allt annað sem að kannski búið að fara ágætlega yfir hérna áður sko. En þetta er svo Þormund nefnir þetta er risa tekjupósta fyrir mörg sveitalötu landi og þarna ertu bara með eitthvað hafnir sem bara með innviði sem er til staðar og þeir eru það bara ónýttir, það kemur ekkert annað í staðinn þannig að það er svona eitthvað leiti sárgrætilegt að þessi verið að kasta þessu svona á glæ fyrir ekki neitt Sannarlega Þá ferum okkur yfir á markaðina gaman að gera það með Íslandssjóð Já, og þessum misturum líka Fjölbreytt úrval sérhæðra sjóða þar á meðal framdagsfastegna og lánasjóða sem að eingöngu er heimilt að markaðslega til fagfjárfesta þannig að við erum kannski sem við erum ekki að gera Nótt frá því bara klippa þetta Nei, svo er það smáríkið endilega grípi, látið sendilega ykkur kalda yfir hátíð þarna Já, heldur betur maður Opið frá 10 til 5 á gamlársdag og sama gildir á nýjársdag Já Og loka, viljið þið ekki fara að gera eitthvað annað en að vera að loka smáríkinu? Frábær opna tími allara dag til 11 virkadag og minnandi sem helgar. En sko, tökum eina að opna hérna. Hvaða félag í íslensku kaupöllinni er sigurvegari ársins og hvaða félag gæti átt gott ár 2026? Þorbjörn Atli.
Því Arjón sem sigurinn í ár. Jú, ef maður horfir á Ávöxtunina. ef maður horfir á ávöxtunina þá það allavega eins og staðan var eftir daginn í dag þá það Arjón já, ég meina, ég bara eins og biluplata, ég að horfa þarna á sömu félög og ég var að tala fyrir ári og það bara vona sem flestir hlusti ekki á þáttinn fyrir ári síðan nei, en sko ég held að sé áfram, það eru þá þessi félög sem eru svona að koma úr því að vera nánast sprotafélög, þá var ég að tala Amarok og Alvotech og eru núna farin að hafa tekjur af því sem þeir eru að gera og við eru í miklum vexti og þó þau séu gjörólík og þá það áfram það sem mér finnst mest spennandi Amarok byrja að framleiða gull búin að fara í gegnum þetta aðlögunar ár eru komnir on track í því sem að þeir lögðu upp með að framleiða eða sem sagt að geta unnið 300 tonn á dag, búin að finna gríðarlegar auðlindir sem þeir eru búin að segja okkur frá hérna viku eftir viku eftir viku eftir viku í alveg ótrúlegum heimi í því sem að þeir að gera. Eru menn ekkert að hlusta hérna á Íslandi? Nei, það eitthvað lítill vottur á því að það virðist vera sko menn þurfa einhvern veginn að sjá hlutina raungerast með einhverjum hætti sem ég skil ekki þegar þetta liggur allan að sérst hjá Amarok nokkurn veginn fyrir þetta svona tiltölulega fyrirsjáanlegt allan að varðandi sko hverja tekjurna verða og rekstrar afkoma miðað hvar gullverð í dag og ég held að gullverð eru upp 70% milli ára félög sem eru með framleiðslu í gangi á gulli og ekkert sambærilegt greitið einhvern á gulli svona ung junior minus kallaðir þess að vístilur upp 190% þessi félög en við viljum sjá þetta allt vera komið í kassan greinilega og þá bara mögulega þurfum við að bíða eftir því en og svona stóra myndin er svo að Case er á miklu betri stað núna heldur en það var fyrir ári síðan og búin að gera alveg ævintýralega hluti. Byrja kannski að rúla almennilega þegar við mættum á svæði? Já, í sjálfu sér, þá voru þeir að koma upp versmiðunni þá sem að síðan fer í gang núna eitthvað tíman í sumar og er núna komin, eða það er allavega targetið er að vera með þetta og þá má svona ef þetta gengur eins og er ætlað og eru þeir að framleiða þetta á bilinu 30-35.000 únsur á ári sem hefur færist í svona 160 eða 50 til 200 miljón dollar í tekjur kostnaðurinn er þekktur og svo náttúrulega hafa þeir verið að birta náttúrulega bara svona mind-blowing niðurstöður hérna í Nanook og Vakar og svo þessu Black Angels svæði sem er að finna þessa málma sem að germanium, kadmium og hvað heitir það kadmium germanium og gallium sem að Trump er á höttunum eftir og svo mætti lengi telja og þannig að það er svona bara viðbót við það að vera að búa til gull eins og ég horfa og svo stiður cashflowið við fyrirtæki Alvotech er búið að ef maður fer í það er búið að vera alltaf ótrúlegu turbulens í hlutabréfaverðinu sumt skilur maður, annað ekki svona ef maður bara rýnir í þetta yfir árið það
þetta fór hérna eitthvað 1700-1800 cirka bát og hérna í ársbyrjun svo einhvern veginn fór þetta nú bara að lækka svona í aðdraðanda Liberation Day eitthvað í kringum uppgjör og svo náttúrulega hrundi þetta þegar Trump boðaði tollana. Félagið reyndi að útskýra það að yrði það hámarki 10% og mögulega ekkert. Svo reyndist það allavega eins og staðan í dag að þá eru engi tollar verið settir á vörur fyrirtækisins svo ég viti til. Og þeir meira að hækka afkomuspána hjá sér sko fyrir árið held ég í maí eða júní eitthvað svoleiðis. Faraði í mjög flott útboð í Svíþjóð. Það sem að kannski má segja er að auðvitað gríðlegt áfall þessi úttekt í sumar að á þessum lyfjum þó að svona varalegin skaðinn af því sé væntanlega mjög lítill. Þeir áformuðu ekkert að fara með þessi lyf á markað. Þannig að í grunninn tefjast þau mjög lítið inn á Ameríku allavega svo framlega sem að þetta gengur allt eftir sem eru búnir að vera að gera og vinna að því að laga og það er kannski eitt lyf hlýðst af Symphony sem að svona maður veit ekki hvort að það fellur til á réttum tíma eða einhverjum mánuðum eftir en hinn tvö þetta verið að komi leyfi löngu áður en að þeir áforma að setja þau leyfi á markað. Þannig að sko þannig að maður svona það er margt sem að maður skilur ekki en það sem er þarna og mér hefur kannski svona fyrirtækið kannski mátt skýra betur í upphafi er þessi gríðarlega breyting sem er að verða í þeirra geira og áður fyrir þá voru þeir að gera ráð fyrir að vera að koma kannski með þetta 1-2 ný lyf inn á ári inn í pípuna sem er að búa til valjúð okkar og þessi þróunarkostnaður hjá þeim þeir gjaldfæran allan, þetta er allt hluti af rekstrinu hjá þeim en svona reglugerða breyting sem að gengur út á það að það er ekki verið að fara fram á ítarlegar klíniskar rannsóknir þýðir það að kostnaðurinn per lyf er að fara úr þetta bilinu $150-300 milljón per lyf niður í kannski 70 og í kjölfarið setja þeir eins og ég skilða það þá eru þeir núna að targetir að vera með allan 8-10 lyf á ári. Já. Það þýðir náttúrulega gríðarlega mikla fjárfestingu sem hefur þá áhrif á reksturinn og eins og áformin eru fyrir næsta ár kynntu það núna nýverið að það áformað er að eyða $250 milljón í þessa þróun en svo svona þegar tíminn líður og það komið samfellega í þetta þá endanum eru það þeir sem að selja fyrir þá lyfin sem að borga þennan þróunarkostnað. Þannig að þetta svona hefur áhrif á EBITDA til skemmri tíma en það er samt það er ekki verið að spandera þessu í einhverja vitleysu sko. Þannig að sko valjúið fyrir hluthafanna ætti bara að vera aukast. En þetta er náttúrulega bara það virðist bara að vera kapplöp í gangi í þessum geira og ég held að margir halda að þetta séu rosalega margir aðilar sem eru á kafi í þessu en það er ekki þannig. Þetta eru örfáir aðilar og það er rauninu bara einn aðili sem er eitthvað í líkingu við 1 til kannski 2 sem er að byggja upp svona pípu og gera sér klára í þetta kapplöp sem er í gangi að vera með fullt af lyfjum til staða til þess að selja og ég held að hinn séu maður ekki hvort ég rætti þetta í fyrra en aðri svona eru að detta af lestinni. Svo eru Orka náttúrunar, gleðilega hátíð. Gleðilega hátíð, gleðilega nýtt ár og allt það. Hátíð ljós og friðar auðvitað liðin
eða, já, hún er liðin og við tekum nýtt ár þar sem að, starfsfólk ON ætlar að vera jafn yfir við kolan og árið áður. Já. Því ég reyndar illa við það þegar ég segi yfir við kolan. Ég vil ekki heyrt minnst á kol. Nei, það er bara rafmagn og hrein orka. Bara hrein orka sem að þeir vilja. Það er bara rafmagn úr endurvinnanlegum orkugjöfum og hvernig var að gefa hleðslustuð frá ON í áramótagjöf. Já, kaupa áramótagjöf. Já, kaupa sér jafnvel rafmagnsbíl og henda eina hleðslustuð frá ON. Já. Líka fyrir þá sem að og svo er annað með Dynout sem að óskaðu þetta öllum gleðilega jól og farsæls komandi árs en Dynout, Dynout fyrir þá sem að eru kannski búin að gefa jólagjöf en þú sást það á aðlunum það var búist við aðeins meira frá þess það vantaði herslumunin spurning hvort þú gefir líka áramótagjöf bara gjafafrið Dynout upplifun vorum að tala þetta þá getur þú bara valið við ég er reynda að gaf nokkra jólagjöf núna Dynout á svona top-up ég var með gjöf og svo laumaði ég Dynout gjafabrifinu efst í bakkan sko, þannig að 9 árs gjöf gullnu umslagi, þetta var glæsilegt vakti miklu lukku. Já, og svo eða vantar að bókaborð, þá var það Dynout. Ég má til með að spyrja þig að því að þetta er bara þessar upphæðir eru svo háar að bara ég botni ekki í þeim sko og það er væntanlega verið að verja talsverðum fjármunum í að fá þetta leyfi í gegn og svo er lyfið eftirlit er einhvern hnökri á borðið klístur á gólfinu sko hvað er því til fyrirstöðu að það gerist ekki aftur bara næst það verðist vera til gnæða fjármun ofgnóta fjármunum jafnvel til þess að hafa allt í tipp og standi og svo gerist eitthvað svona Já, kannski það er svona, þetta er góð spurning og ég svo sem kann ekki öll svörin en það sem að sko það verða fyrir vikið setaði náttúrulega þegar þeir lenda í þessu ég held að svona ofumargir þýða þetta beint upp það sem að þetta eru flókin hugtök klístur er ekki bara klístur mygla er ekki í þeim skilningi í þessu svona mygla eins og við horfum á hana og ristu upp eða á brauði það hefur verið að vinna þetta með lifandi mólgjúl inn í herbyggjum þetta er mjög high tech en það var allavega einn sem að skýrði þetta ágætlega út fyrir mér og svona kannski áttaði mig ágætlega á því af hverju þessi munur, af hverju eru að fá af hverju fljúga er í gegnum í Evrópu og alls staðar annar staðar en ekki í Bandaríkjunum eins og ég skilja að þetta er náttúrulega þetta er tiltölulega ungt fyrirbæri semst þessi bransi það er ekkit endilega til einhverjir eru orðnir í dag ágætis mælikvarða svona hvernig á að búa hnútuna þú ert að framleiða þetta en eins og ég skilja þá er sko Evrópa og aðrir þegar þeir mæta þá ertu svona haka í boksin ég er búin að gera þetta hitt en þegar FDA kemur þá vinna þeir eftir viðmiðum þá er líftækni lyfjabransin okay, og þegar Kanning kemur og gerur úttekt að þá er hann svona meira að þá veltur meira á vísindamannum sem kemur til þín bara hvernig hann horfir á hlutum þannig að þú ert kannski að gera eitthvað nákvæmlega eins og ætlaðir að gera þér en hann er bara með eitthvað viðmið og vill að þessi gert öðruvísi og það er eitt síðan nummer 2 sko þeir senda ekki inn endur umsókn á þessi lið sem að úttektin var gerð á fyrir en þeir eru algjörlega orðnir 100% vissir að það er allt í lagi og þá ertu að vinna með eftirlítun í því að laga þessa kappa sem við talaðum og svo framvegis þannig að ég ætla ekki að vera eins og einhver kjáni og geti sagt að ég geti fullirt það þetta fari í gegn en eins og ég skilði það þá er orðin gríðarlega vissa fyrir því leið og þú skilar að þér í rauninni öllu sem að út að stóð og þeir hafa svo sem talað það sjálfur að þeir væru búnir að laga ég man ekki hvað 95 eða 98% af þessum athugasemdum sem tekur bara einfallega tíma þá þarf að rækta upp eitthvað sem að fór
sem að var þrifið með eitthvað klístur eins og þú segir sko. Láttu mig þekka Þá ertu að rækta það kannski aftur upp, það tekur tíma. En ég kann ekki alla dítelana á þessu og svo snýst einhverjar oljur og einhverja, já, ég ætla ekki að reyna að fara of dítelaði, þið fá bara einhverja tengda félaginu að útskýra það betur en og aftur að þeir eru sko að byggja upp lyfja pípu sem er unheard of og fara þetta mjög ákveðið, sumi segja of geist, fara úr því að vera með þetta hvað, 1100 manns í vinnu í 1500 manns. Þetta er og þetta er ekki eins og að bæta við fólki á færiband. Þetta er alveg operation og bara mikið að lyfjum að detta patentum á næstu 10 árum og þetta er gríðarlega stór markaður. Þetta hættir ekkit að vera spennandi. Nei. Og mér hefur fundist það kannski það er ekki hægt að líka þessu saman en svona það er algjör stemningsleysi hvað hluta bréfin sjálf varðar akkurat í dag en þetta svona minni mann margt sko stemninguna sem var í kringum Marel svona kringum 2014-15 minnir að Árni Oddur hafi tekið við 2013 tekum við að 10 Höne in the company á hollendingurinn og og gengur ekki vel og stenst ekki nákvæmlega sem að segja og það er allt gert ótrúverðugt og þar fram eftir göttunum og menn voru bara spáði að það væri að fara á hausinn og svo bara fór þetta malla og þeir sem að keyptu þá þeir allan að þeir hitt á rétta tíman tífölduðu peningi sin á nokkrum árum. Erum við að fara þetta í sama og Árni Oddur gerði? Verður Róbert Westman viðskiptamaður ársins næstu 10 ára röð? Já, kannski fínt að Hörður ræður kannski hvað hann kemur inn í þessu umræðu. Ef ég heyri rétt á Þorbindi þá er Arion Sigurverðin 25 og Alvotech og Amarok The One to Watch 26. Já, en líka bara örstuðt óhúða hlutabréfaverði Alvotech þá að fara úr 1100 í 1400 manns 1400-1500 manns á Íslandi og byggja upp hér bara sem stóð bara í atvinnulífinu hreinlega það er einhverjum myndi segja að það verið tilnefning til Íslandings ársins. Ég veit það ekki. Hörður, hvað segir þú? Hvernig líst þér á þetta? Nei, ég meina árið sem er að líða er heilt yfir bara frekar mikið vonbrigði á markanum og þannig að það má alveg segja að þetta sé í raunum verið 4. ári í röð þar sem markaðurinn veldur vonbrigðum. Vissulega var þokkalega hækkun 24 þegar markaðurinn svona tók kipp síðustu 3 mánuðina þannig að lagaði úrlagsvísitöluna þokkalega en árið í ár það er ekki mörg félög sem er að skila yfir 10% ávöxtun og heildarvísitölun er niður 6-7% þegar kíkti fyrir þáttinn hjá okkur þannig að það má alveg segja að undanfarin 4 ár þá hefur svo maður grípið til þess hugtak sem er svona oft vinsælt þá hefur svona bara það hefur vaxta sloppurinn bara það er að segja að geyma fjármunina sína á háum innlánsreikningi eða í einhverjum lausafjársjóðum eða eða einhver slíkum sjóðum gefið miklu betur ef þú hefur verið með peningiðin sett 1.000.000 krónur á slíka reikning eða slíka sjóði 1. janúar 2022 og varu líklega búin að fá svona uppsafna 35-40% ávöxtun en miðað við bara heildarvísitöluna á sama tíma þá er hún niður 7-8%. Þannig að þetta er búið að vera þetta bara ömurlegt tímabil á íslensku hlutabréfamarkaði undanfarin 4 ár meira og minna en eins og þetta eru ólíka sögur þarna inn á milli og eins og Þormund nefndi áðan með Marel sem heitir núna jobbið til Marel það þetta síðan litaði mjög mikið úrvalsvísitöluna með neikvæða mætti 21 og 20 réttar að segja 22 og 23 og sama skapi hefur Alvotech litað vísitölunar mjög neikvæða þessu ári sérstaklega og þetta ár var ekki alls slæmt
þetta var gott fyrir bankana, smásölu fyrirtækin og nokkur önnur fyrirtæki en þú veist, mann náttúrulega fyrir að hljóma eins og bílu plata með að segja að þetta get ekki versnað hann horti næsta ár en þú veist, það voru til að mynda, það var engin nýskráning á markaðinum að þessu ári. Nei. Það er fyrsta skipti í talsveit mörg ár. Þannig að já, maður svona vonar að það sé að birta til, þannig að samlega því að vextir vonandi lækki hraustlega á nýju ári. En það þar mun þetta vega á móti ef hagkerfið sé að fara kannski í harkalegri aðlögun heldur menn hefðu svona bundi vonu við þá hann vegur það á móti ef ykkur kaupallafélög er að fara að sjá fram á tekið samdrátt og minni hagna vegna erfiðleika í efnahagslífinu þannig að þá kannski munu vaxtalækkanir eina og sér ekki duga til þess að rétta við gengið, ég veit það ekki. Nei. Þannig að Já, ef að ég spekla með hann og þegar Hörður Ægis er að lesa Ásgeir Jónsson sko, ef ég reyna að lesa Hörður Ægis þá var hann, ég var að setja bjartsýnur af hann ég veit ekki það. Já, ég er alveg þokkala bjartsýnur varandi hlutabréfamarkaðinn næsta ár en þetta er svo það þetta ég ætla ekki að reyna að greina Alvotech, Sumu dýft og Þorbjörn sko, það er fáið að gera það en það er ekki tækt að horfa fram í því að Alvotech fyrir hlutabréfamarkaðinu bara feikilega mikið vonbrigði á þessu ári niður ríflega 60% og það hefur bara valdið ekki bara þeim sem eiga hlutabréf Alvotech, heldur svona markanum dálítið í heilsinni bara svona smitast yfir í gengi annara félaga þannig að margir fjárfestar sem að þurftu þetta að mæta veðköllum annað og þannig að vonandi svona búið svona binda enda á þann rússi bana en það er allan búið að vinda tuskuna allsvakalega og svo bara gerist alltaf eitthvað sem að maður á ekki vona á sko. Það er vonandi. Það er eins og bara fínt dæmi þetta Marel, þannig að það má líka bæta við þá sögu þetta, þú veist, það sem síðan skipti held ég alveg sköpum í því að Marel tók af skrið svona frá 2017 var þetta líka þá sem hann búið að kalla eftir að það myndi svona að þá voru þetta kjölfestu eigendur Marels Eyrir Invest og það var svona tiltölulega lítið frjálst flota bréfumfélaginu, þetta er svona atrið sem margir kannast við í kringum Alvotech en þegar að Eyrir losaði ágætis hluta sínum í Marel og fékk einn öflugan fjárfesti sem var tengdur Dell-fjölskyldunni og það var alveg vítamenn sprauta í að hrinda að stað svona meiri viðskiptum og auka sig inn í kjölfarið áhuga annar erlendra fjárfestafélaginu og maður hefur svona verið að binda vonu við að eitthvað slíkt gerist með Alvotech og hefði vonast til þess að það væri búið að gerast fyrr. Það var ein spurning sem að ég undirbjóð okkur báða fyrir sem að, og hörðu kannski svaraði þess á hann spurningunni, vinnur sem lúsers á mörkuðum erfitt kannski að setja ekki Alvotech í þann flokk, niður 60% það höfðu segir en sigurverðnir, bankarnir og smásölufyrirtækin, er skilja það rétt? Já, allavega bankarnir. Jú, það er kannski svona ákveðin lærdómi fyrir fjárfesta að vera ekki með öll öggin í vaxtarfélögum eins og vartaldi reyndin hennar fyrir 1-2 ára síðan. Það starra okkur báðanir fyrir það sem er ekki að reyndin. Fylgir því meiri áhætta. Já. Spyrjum að leikslokum. Já. Einhverju fleiri lúsarar fyrir utan þessi félög sem við erum, eða vinnara sem við erum ekki búin að tala um? Ég meina lúsera, þú veist, þetta líka önnur saga árun er að þú veist, félög með tekinu sinni erlendir mynd, þú áttu undir högg að sækja. Flugfélögin sem eitthvað öllítið kom inn á og útgerða fyrirtækin og í útgerða fyrirtækinu var kannski líka bara pólitíska óvissan eða pólitíska aðgerðir réttir að sagt og hafði neikvæð áhrif á gengi þeirra félag en líka bara annað í ytra umhverfnu sem hann er að hitta þann rekstur illa fyrir Já, klart Sko langar samt að taka fleiri eins og til dæmis Oculus hvernig var árið 2025 á þeim og hvað sjáum við í kristalskúlunni árið 2026?
Já, þeir svo sem það náttúrulega bara, þú veist, ekkert eðlilega flókið að fara maður að hafa á töflu fyrir fram að sig, sko, hvað þetta heita allar þessar rannsóknir og allt það. Þeir allan mjög successfully náðu sér í gott funding, fengu erlenda fjárfestaborðin í því. Tókur ekki 2 útbúð á árunnu? Var það? Jú, ætlaði ekki. Eitt á fyrir helmingi og síðan eitt núna Það held ég $110 million daginn. Það allavega, sko, eru þeir komnir hérna í 3. fasa í ákveðnum rannsóknum sem þá á að vera er það ekki á hvort það er á öðrum eða 3. ásjónangi sem á að koma eitthvað út úr því og svo faraði þá í sko, eitthvað skona markasfasa í kjölfarið á því með þarna OX1 ef mann rétt svo þetta bara, þú veist ég kann ekki orðin yfir þetta sko, nema að hafa þau fyrir frá mig þannig að veist, það bara mjög spennandi dæmi en þeir kannski veist, eins og ég sagði á hann eru ennþá sprotafyrirtæki í þeim skilningi að þeir eru allavega svona með að hvernig farið var með hinn vaxtafélögin að á stundum bara gott að vera ekki minna en að tekjur. Nei, sko maður spyrir ykkur að einu það því að það er oft talað þessi 3 fyrirtæki í sömu setningu, Allotech, Amarok og Oculus. Sko ég velti fyrir mig hörðu sko það væri svo auðvelt ef þetta væri bara 3 smásölu fyrirtæki. Þú veist það skilur einhvern veginn enginn hvað er í gangi þarna og allir bara þetta er geðvegt. Já, ég skil alveg mjög vel að flest fólk skilja ekki fyrirtækin að því það þarf að hafa fyrir því að þekkja reksturinn og hvert þessi fyrirtæki ætla sér að fara. Þetta er eins og segja, þetta er ekki einfalt kannski viðskiptamódul og þegar fólk er að kynna sér rekstur smásölu fyrirtæki eins og Haga eða Festis eða bankana og eins og Þorbjörn er að nefna þannig að það flest efnið í kringum þessi félög er síðan á ensku sem hjálpa kannski ekki venjulegu fólki til að skilja það þannig að og þetta eru líka eins og segja þetta eru ólík félög, mjög ólík félög og bara eitt af þessum félögum er byrjað að búa til einhverja alvöru tekjur og gera það fyrir nokkur síðan, það er að segja Allotech Amarok er bara nýbyrjað að gera það og meðan Oculus það nú talsett í að þeir fara að gera það og Oculus er félag þetta í kringum þeir eru með 3 lyf í pípunni Allotech er með 30 eitthvað álíka þannig að þetta er bara gera ólík félög Já, bara gera ólíku bransi annað er í raun að finna upp eitthvað svona nýja meðhöndlun eða nýja aðferð við að meðhöndla ákveðna sjúkdóma meðan hinnir eru í þessum hliðstæðu sem er allt annað það var það þannig að þú veist þessi félög voru vinsæl og það voru og eru svo sem bara bundið en þá held ég mikla vonið við öll þessi félög þannig að við sjáum það náttúrulega bara greiningum erlendis og eins og Oculus ég held að Oculus ég komið með nýja erlenda greindu sem er að fjalla reglulega sem er bara skiptir miklu máli þess að auka sýnileikan í augum erlendra fjárfesta en ég menna Þorbjörn þekki það töluglega betur en ég en þegar mest lét kannski fyrir að þið heiti fyrir að það voru og þetta bara algengt að helstu hlutabréfasjóðurinn í Íslandi voru kannski 30 upp í rúmlega 40% af eignum sjóðana voru í þessum 3 félögum kannski við stundum í sömum töfum náum allt 50% þannig að mann finnst það svona eftir að hyggja svona kannski slá svona skökku við að hann þegar almenni hlutabréfasjóðurinn og svona þungir í fáum vaxtafélögum en hann við spurðum á Instagraminu hjá okkur þegar við sem varum að fá þess að 2 meistara í heimsókn hvaða félög viljið vita meira og það voru þessi 3 og svo voru 2 önnur sem voru Skél fjárfestingafélag og Icelandair bara 2-3 setningar minna árið í ár og
framhaldið, menna höfði mikið í gangi á skil, þannig að Drangar tóku við samkaup og annað, ekki bara blúsandi sóknarbolti þar? Jú, þetta búið að vera alveg feikilega mikið í gangi á skil þessu ári. Fyrir utan bara í díavindirið? Já, Baridi, en stóra projektið þessu ári, þannig var kannski þetta að segja eitt stórt verkefni þegar þetta hafa verið þannig í talsar uppbyggingum með styrká sem Þorbjörn held ég þekki betur en ég. En stóra verkefni samt þetta þessi samrunni sem maður svona leitt út í lykta í lok þessa ást. Fyrst með því að saminast samkaupum og búa síðan til í framhaldinu þetta sem á að verða eitthvað svona þriðji smásölu risinn undir nafnu Drangar og þeir kláruðu núna 3 milljarða hlutafjárútboð. Já, umfram Hetsubörn? Já, það var eitthvað umfram Hetsubörn í því. Þannig að það verður spennandi að sjá það svona komast á koppin á nýju ári. Þetta er ljóst að þeir eru að taka við þarna verslunarrekstrinja samköp sem var búið að vera í feikilega miklu erfiðleikum nokkurn skeið og það er ljóst að verslunin sem skil opnaði undir merkjum prís hvað fyrir árið síðan eða ekki að sá rekstur út að bersi ekki óbreytti mynd þannig að það verður áhvert að sjá að hvaða marki þeir munu svona líka nýta þessi vörumerki sem verið til undir samstæðinni, prís og netto og hann munuðu nýta fleiri munuðu nýta öll þessi vörumerki eða setja eitthvað að móni í skúfu þannig að Nei, það er margt spennandi sem er í gangi á skil og Já, ég get tekið svo sem Æsland eins og ég nefndi á hann raungengi er búið að hafa áhrif kolefnisgjöld búin að hafa áhrif þeir tala það sjálfur að rekstur félagsins síðustu 8 ár hefur verið óásættanlegur og næsta ár sé árið þeir eru búin að vera í gigantískum hagræðingar aðgerðum þeir eru eftir að klára samninga þetta er svona þetta ætti að með að við að player farnir út þá allan ætti það út af fyrir sig að vera gott en raungengi er ennþá hátt sérstaklega hvort dollar og svona maður hefur allan ekki haft ríka ástæðu til að vera mjög jákvæður á samninga svona sagan kennir mann eitthvað sko en já, ég held að það sé nú ekki svona svo sem Nei, það er samt alveg magnað ég nefndi þetta á öðrum vettvangi samningar flugstjætta Íslandi það er að segja flugmanna og fluglíða eru maður lausir í 3 mánuði Þetta er líklega þjóðhagslega mikilvægasta fyrirtæki landsins með hátt í 4.000 manns í vinnu og ég er ekki vissum að margt venjult fólk og það er ekki mikið verið að flytja fréttir af því í helstu fjölmjölum að það er ekkert að frétta þann okkur er ekkert að frétta þann í þessu kjaraviðræðum sem búin að standa yfir í marga mánuði og samningar lausir í 3 mánuði það er vantarlega vegna þess að það er stál í stál og eins og Þorbjörn er svona teiknum þess að mynd að félagið maður vil ekki eitthvað leiðlur, þetta er ekki eitthvað áfællistómur og stjórnundum félagi þetta, maður er alveg smá áhyggjufullur yfir stöðuninni nýtta ár vegna þess að það er margt í svona ytra umhverfunu sem er ekkert endilega þeim hagfellt vissulegur olíuverði búið að vera að gefa alltaf eftir undanfarið sem er skipti miklu samkeppni er gríðarlega mikil búin að vera yfir hafið og maður sér að þeir hafa verið aðeins að fækka ferðum þangað, tóku hvað allir geta með 2 færi vélar næsta ár til Bandaríkjanna og það var meðal hans helgast að mikið samkeppni og líka kannski vegna þess að búist bara minni eftirspurn þaðan og svo er þetta útistandandi málvarandi kjarasamningana og hann ég held að það sé erfitt að segja annað en að staða félagsins sé þannig að þeir eiginlega megi ekkit við neinum launahækkunum sem heiti getið að hálfu flugstjættina og síðan getum við eins og Þorbjörn nefndi því rétt ímynda okkur bara ljósi sögunar hversu líklegt sé að flugstjættina séu til í það og þannig að
það verður mjög áhugavert að sjá þetta spilast út á fyrstu mánuðum ársins að því að eins og í svona rekstri flugfélaga það er rosalega fátt sem félagið sjálf getur haft stjórn á. Þeir eru að hafa verið að reyna að gera sitt besta í stórfelldum hagræðingar aðgerðum sem sjá svona einhvern árangur verið að koma af en þeir ráðu ekki þróunu eldsneytisverðsins. Þeir eru verið bara verðtakar á flugmarkaði, bara lítill fiskur í stóru tjörn og hann og svona það maður eins og einn orðaði ágætlega í morgun sko, þeir eru dálítið eins og staðan kannski hefur verið og ennþá að hann dálítið klæddir í skíðagallarinn og hlaupa marathón sko. Þetta er svona dálítið það er eitthvað svona kraftgalla kannski, það er rétt að orða þannig að þetta er dálítið erfitt og hann eru að operatri henn á dýrasta vinnumarkaði í heimi. Þeir eru svona brattir. Eru þið að segja um mig að Íslandi sé í raun og veru sjálfstæðisflokkur kaupallarinnar? Mögulega bara í frjálsum valli stærstur umgengi krónunar, ekkert að fara að beitast kjaraviðræður, breyting á flotanum, margt í gangi. Það er þetta, þú veist, þeir eru að gera breytingar á flotunum og þeir eru að operata á ólíka vélar og maður svona hefur líka það er þetta líka kræfjandi væntanlega að vera með blandaða flota og hann getur svona aukið á flækjustíði og annað og kannski svona viðbót á kostnaði þegar það þarf að gera í kringum viðhald á vélum og kalla til varahluti og annað þannig að Happatreyjur. Já. Áfallið stund í síðasta þetta þegar Davíð Þór Viðarsson Fekk sömu dreigðu þú? Já, og síðan það hefur verið mikli portveilmenn. Já, líka ekki tvær United-treyjur. Nei, portveil, já, gaman að geta verið í stíl í paddelinu, ég og Davíð Þór Viðarsson í Happatreyjunum. Já, glæsilegir. En þetta er auðvitað geggjuleið til þess að stakka treyjusarni. Svo besta. Já. Og skemmtilegast. Já, þetta er líka komið í svo skemmtilega umbúður að rífa, þetta er skemmtilegt. Ég var í Vestbrom-treyjunu og Kanari og leitt glæsil út. Já, ég vissum það. Abró hefur unnið að fjölbreyttum verkefnum fyrir Stafrænt Ísland, ljóslegaran, Bíkó, Sjúkratryggingar Íslands og fleiri. Ég geti talið endal. Já, mér heyrist á með við verkefnalistan og ef þú skoða heimasíðunni í Abró þá hefur verið nóg að gera hjá þeim og þú ert líklega bara svo á verðinum að þú ert ekki að tekka þessu glæsilega fyrirtæki sem Abró er. Það að svo á verðinum, sko, þeir tryggja rekstur mikilvægra kerfa og það er ekki frá 8 til 5. Nei, 24/7 eða ekki. Það er 24/7. Já, takk. 7 days a week. Svo maður leiður sér að sletta eins, byggja gerðingarlausnir sem að spara tíma, lækka kostnað, auka skilvirkni á þínum daglegu þörfum. Já. Svo má líka bara benda makrotrendi í Bandaríkjunum. Ég held að auðvitað er Ísland kannski minna heillandi núna en ég held líka að þeir séu bara minna að ferðast sko til Evrópu held ég. En við erum bara svo rosalega lítill fiskur í stóri tjöt sko. Ég er svona að skjóta það alveg niður sko. En hérna en hérna það er svona kannski það eru flóknari sko mál, það eru þessar narroboti vélar sem eru að fljúa núna yfir hafið, það er ekki sama sko á lægri verðum, þannig að það er minna flæði, þetta Hub-and Spoke-kerfi, það er svona stærri spurningar en auðvitað með að taka upp þessar Airbus-vélar þá opnastu þetta ákveðin tæki fyrir að geta flogið með hagkvæmari hætti lengra þannig að hérna það verður mjög áhvert að sjá. Já, þetta er nú ekki auglýsing, ég flög með þeim í gær, ég vona bara að þeir spjara sig vel, geðvikt flugfélag. Já, þetta er auglýsing, Sjöstrand, þið sem að fengu harða pakka þessi jólin, kaffivélina forlátu. Já. Er ekki að gera hendi espresso martini með Sjöstrand kaffi áramóti? Já, tjóðværi til það. Já, 2 eða 3. Sjöstrand kaffið þetta sjálfbærni en fyrst og fremst bara bragðgott. Og svo er það blöss sem óskar viðskiptavinnu sinum unnæðslegra jóla og áramóta. Já, heldur betur. Nú er tíminn til að njóta, fara heim í ból og eiga örvandi jól og áramót. Já, þennan lengi. Heyri eftir við ætlum að færa okkur í snöggan lið. Bara rétt að minna á innherja, þannig mæta miðil. Já, allir að tryggja sér áskrift þar. Já, mér langar að tilnefna frétt ársins og hann bað þá líka Þorbindi Alla hérna. Hann var auðvitað með spá. Já. Spá fasteignaverð.
Eða hvað, Þorbjörn? Já, gaman að fara út í það. Þorvaldur Gissurarson, hann var ekki í sammála þessari spá. Já, það allan kom ekki fram í þessu viðtali hérna. Ég reyndar tók eftir því að hann nefndi það að hann hefði hitt mig þarna daginn eftir og ég gæti ekki merkt annað en við værum bara nokkuð sammála. Við vorum bara að teikna upp þarna ákveðna mynd, sýna það einfallega hvað, þú veist, að svona út frá því hvað vextir og kjör fólks bjóðast sem að kaupa sér fasteignir hagstætt eða sem sagt vextirnir háir og hérna verðið út frá mælikvarða launa hátt að þá þyrfti verðið að lækka að raunvirði þetta, þú veist, 20 ég man ekki hvað við sögum 25%, já. Og það ekkert þetta að mæla gegn því. Svo mér finnst það allavega ekki og nú svo bara stöndum við þá frammi fyrir einhverju vali hvort við breytum út á sögunni og erum þá tilbúin til að eyða stærri hluta á okkar ástöðun og tekjum í húsnæði og þá það bara stað. Þannig að þú stendur þess að spá. Ég meina ég með þessa fréttinni frammi, ég segi ég held að fyrirsunni sem ég sett á þetta var vara við skarpli lekkun og verktakar og lánveitundur ætti að spenna beltin. Já, ég meina og við erum með þetta rýna þarna í ýmisgögn, það líka verið að fara í gegnum það að sala á nýbyggingu gengur ekki vel og halda áfram að hlaðast upp eignir og jú, það búið að svona bregðast við eða var brugðist við með ákveðnum hætti sem eru þessi félög sem eru að lána fólki á þess að geta skuldsett sér meira og svo Seðlabanki búin að bregðast í því og ég held að þessi komið bara ágætis lending hvað það varðar að núna er þá teknar inn í greiðslumat þessar leigugreiðslur já, þessar greiðslur þannig að þetta safnast ekki bara upp í sko kúlulán þegar það er verið að það er ekki lítið framhjáði þannig að þetta var nú svona kannski einhvers konar neytendavend hjá okkur líka að tala þetta því að okkur fannst þetta svona það er mjög erfitt og átt að sjá þessu eins og Ásgeir Jónsson benti á að þetta eru flóknir samningar og ég held að svona við reiknum þetta líka fram og tilbaka og það þyrfti ekki mikið út að breiða til þess að fólk stæði þá frammi fyrir því eftir 5 eða 10 ára eiga bara nákvæmlega ekki neitt í húsnæðinu sínu. Já, sko ef við afgreiðum bara fasteignamarkaðinn snögglega, ég ætla að taka sér þettinum, klára það bara núna því að þessi frábæra spá frá Þorbirni, við þurfum að taka á henni. Sko, það finna að við tökum viðtal við Þ.G. á þriðjudagskvöldi eins og við gerum venjulega, nema að svo kemur þessi fundur hjá Seðlabankanum held ég á miðvikudagsmorgninum og ég fekk náttúrulega mikið að skeytum bara segðu mér þessi þáttur að vera tekin í hádeginu í dag eða eitthvað, bara nei, þú veist því að þarna erum við að peppa þennan Þ.G. sjóð og náttúrulega fleiri með þessa sjóði. Sko, hörður, þetta þá líklega bara fallið sjálft sig eða hvað, þessi sjóðir segast að þú eignist 10% sjóður köpur 20% á móti það þá enginn að fara að ná þessu greiðslumati eða hvað færir ekki frekar bara alveg eins fara til bankans ég að segja það já, þeir eru ennþá að bjóða upp á þetta svona bara ef ekki segja sem á þess að vera að krifja þetta eitthvað nákvæmlega, þá þetta alveg form sem getur hendað einhverjum en þá það tekið með í greiðslumati núna ef vantar sálega eitthvað tíð að ef þú hefur greiðslugetuna þá búið að taka allt með inn í dæmi En Ásgeir Jónsson þarna kannski bara ekki hefna sín, en bara svona doldið að berja á verktökum ég ósangjaðan með það? Þeir eru bara þarna að reyna að losa þessar svaka stafla af nýjum íbúðum og þetta eru þakkinar þetta er náttúrulega ansi mikil einföldun á flóknum máli sko. Ég held að hann sé ekki að hefna sín á einum hann er náttúrulega að hugsa þetta líka bara út frá ákveðnum stöðuleika sjónarmiði og maður getur ekki sett að það komið óvart að Seðlabankinn lokum brást við maður alveg skynjaði það og fundum vikunar og mánuðina áður þar sem stundum var spurt þetta
Seðlabanki var búin að gefa út að hann væri að skoða þetta meðan hans út frá þessu sjónarhorni sem Þormur nefndi út á neytendavernd og ég veit ekki hvað það sé rétt að nota orða svona eitthvað svona upplifun Seðlabanka sem væri verið að með þessum hætti að fara á svig við þessa reglu varandi greiðslu byrðar hlutfallið bara í þessum dæmum sko, þú sem að þá fjárfesti með þessum sjóði, þú ert mjög háður því að fasteignamarkaðurinn hækki og hækki helst allavega umfram svona í kringum verðbólgu en síðan það sem að vantar líka að hugsa sko að maður hugsa þetta sem íkt dæmi á nýjum bíl að þú ert að kaupa nýja íbúð eftir 10 ára er þetta ekki ný íbúð þannig að sko þessi premja sem þú ert í rauninu að borga fyrir núna hún verður ekki til staða allavega jafn íkt þá þannig að það er líka að taka það með í reikningin þannig að sko þetta eru bara punkturinn sá að þetta það er voru þetta ekki hvað 5% verðtryggðri leigu Jú. og veist að svona veist, margt með þessa sviðsmynd líka sem að við auðvitað erum að benda á líka að markaðurinn sé mjög pressaður sérstaklega út frá vaxtakjörum svo getur það allt breyst og þá maður bara hugsa þetta út frá því sem þú ert að eyða í þessa tilteknu neyslu að þá finnst mér bara fullkomlega eðlilegt og það er hlutverk Seðlabankans allavega sko að búa þannig hnútan að fólk sé ekki komið út í eitthvað sem að veit ekkert hvað er og þeir gera það með þessu. Já, ég ætla að taka orðið mín tilbaka, þetta var frábært eða Ásgeir, því er sniðut. Nei, ég alveg, auðvitað á hann að vera í 70 skákinni, ég er náttúrulega bara í þessar einföldu sko. Örstutt ánum fyrir verðlagaftinguna, styttist í hana, wow. Hörður Ægisson náttúrulega Liverpool-maður, við erum með lenginni og það er hægt að tippa á Liverpool og þeir eru undir á rönni núna. Hörður Ægisson, viltu losna við Mohamed Salah í janúar? Nei, ég vil ekki gera. Nei, þú heldur hann eitthvað eftir? Er ekki að það fá bara 100 milljónir fyrir hann og það konum fyrir velunum störf? Ég, þú stillir þessu upp þannig eða kemur 100 milljónar tilbúið, kannski. En þetta er nú afskaplega fálið eða eitthvað hjá Liverpool núna. Sem hljómar fáránlega með að við gluggan sem við áttu og... Já, þetta er svo eitthvað kostulegt sko, að ég nefndi á þann að maður hefði glaðst yfir óvæntum deildartitli Liverpool síðast tímabili, þar sem þessi slottarinn tekur við og breytir ekki neinu frá liðinu og Klopp og vinnur þetta frekar auðvitað og svo setur hann handbröð sín á liðu og kaupir allar þessar rándýru stórstjórnur og Liverpool fyrir ekki geta neitt. Þannig að ég veit það ekki. Ég sem stuðningsmaður Manchester United vona að Salah verði áfram. Já, þetta er svo mikið sirkus í kringum hann, þetta skemmir allan fókus á liðinu. Herru, það komið að fyrstu velunum sem eru viðskipti ársins. Eru búin í enska? Já, eru búin í enska í bili. En svo er að Subway hitaði ristaleifur. Rista segja einhverjir. Viðskipti ársins 2025 tilnefningar eru. Það er ekki að spura mig hver upp á spáturum minn er það? Pepperoni bátur ekki. Nei, það er Bræðingur. Bræðingur. Kaupskél í Bariti Group. Sala á Bakkavör. Adalvo og Alvagen. Sala Hjörleifs á Öskju og Öryggismiðstöðinni. Kaup Landsbankans á TM. Kaup Símans á öllum þessum fyrirtækjum. Mari á valla gengin úr stúdíum og hún var að kaupa ykkur 3 fyrirtækjum. Hún var að kaupa eitt í Símanum og leiðin út. Já, mér síndist það, hún var að millifærið í appinu. Kaup skél á samkaupum. Er ég að gleyma ykkur annars strákar og þið eru með úrslita atkvæðið og valdið henni í kvöld? Já. Voru ná saman með þetta? Við vorum að tala um Bakkavör. Já, getið aðeins farið mekkan þar? Nei, þeir eru bara metnir í samruna við Greencore, ég er nú búin að skrifa þetta hérna niður svo ég myndi muna þetta á 200 milljarða sem að það er nú svona í grunninn þar sem það gengur út á Þeir bræður Lýður Ágúst þegar rétt yfir helmingslut þannig að svona einhver tíma hefði það þá greitt bæði í reiðufí og bríðum í saminu félagi þannig að veru held ég líka búin að fá undanferðan ára alveg milljarða argreiðslur hvor fyrir sig, þannig að þeir eru alveg að taka verulega gott exit hana.
en þetta svona eins og Þorminn að nefna, þetta svona oft í svona vali, maður kannski maður gleymir að horfa út fyrir landsteinina þetta er alltaf fastu fyrir í félag viðskiptur sem maður síðan heima, hvað sem maður sé óskráði í kaupilinni. Þetta aðeins út í bóksi, eru við ekki sammála bara þannig, Bakkaður? Já, sko Eða hvað? Sko, mér svona, ég dálítið gaman að sko, svo blandast auðvitað viðskipta maður ásins og viðskipti ásins viðskipti ásins geta náttúrulega verið líka bara svona almenningur að kaupa í Íslandsbanka hvað var Hjörleif og Hjördísi varðar þá við vitum ekki sko á hvað verði þau seldu til dæmis Öskju eða sinn hlut þar og svo eru þau þarna í ákveðni vegferð með öryggismiðstöðuna fara þarna selt inn í sjóð hjá, hvað var ekki, Vex 23 og eru bæta við sig þar og selja þetta síðan núna og eins og þú varst nú að tala að þá það ekki rétt að þau hafa verið inn í festingu Þau áttu smá hlut á móti Óla í því félagi sem var selt fyrir 15 milljarða heildarvirði til Eikar. Þannig að hafa gengið ágætlega í þeim hjólunum í ár. Já, maður skildi ætla. Það er að 3 svona stór viðskipti í svona óskráða menginu sem hann alveg allan að náðu ratar hérna heima. Já. Og svo finnst mér allavega sko, að Dalvo og það? Nei, og líka Lýsi út að selja fyrirtæki sem er búið að reykja fjölskyldunni í áratugi og og Brím kaupir það er svona þetta það er svona ekkert finnst mér alveg augljóst í þessu og ég alveg genn, ég meina Hörður hefur svo sem fjallað ítrekað þetta að það er náttúrulega mjög stór viðskipti og talmögjum á íslenska mælikvara bæði tvö Bakkavarabræður, þið eru velkomnir hverna sem í þáttinn og taka á móti verðlaunum ykkar maður ársins 2025 á Íslandi við vorum með nokkra tilnefningar, við nefndum Hjálmar Örn sem var næst í dáinn og fekk hjartaáfall og hefur aldrei verið sterkari Snorri Másson sem hefur komið svo alvöru stormsveipur í íslenska pólitík og svo Sigmundur Davíð komið miðflokkin í 20%. Þorbjörn Atli, þú sendir á mig í dag Steinþór Gunnar. Steinþór Gunnarsson, já. Já, Steinþór Gunnarsson sem ég veit ekki hver en það hver það? Já, hann náttúrulega vann mál gegn Íslenska ríkinu og var búin að vera í 17 ár var ímómálið í Landsbankanum og svona bara dáist að þrautsegin í honum þetta er engin smá vegferð og það er tekið gríðarlega mikið á ég bara get ekki ímyndað mér það og svona einhvern veginn kemur mjög auðmjúkur fram og kom nú hérna í einhvern podcast og svona bara fór spursmál eða þjóðmál og svona bara fer yfir sína sögu miklu auðmýkt og svo skemmir ekki fyrir hann er fann að vera 10 gestur á framleikjum þannig að kannski litar það mig en ég allavega skriðarlega mikið respekt á hann og svo náttúrulega má ekki gleyma þessum strákan á Neskusta Hafþór Freyr bjargar litlu systur sinni og drauknun náttúrulega alveg ótrúlegt að lesa það það er náttúrulega svona alvöru hetja sko. Já, alvöru hetja, velgert Hafþór Freyr og ég hef reyndar að hlusta á þetta viðtalöðin á Steinþóri þess að æsa bara því að þetta var svo random nafn. Erum við með eitthvað fleiri nöfn í púljuna sem maður ársins á Íslandi 2025? Þetta má sjálfsögur vera kona líka. Annars með ég bara tilkynna sig að vera. Ég verða vikkilega í smá tómur. Mér finnst hann Hafþór vera mjög vel að þessu komin. Já. Svona alvöru hetjut á Sammála því Hafþór Freyr frekar en allir þessir miðflokksmenn sem þú nefndir Já, svo er að Karl Gauti sko, ég reynda bara með eina tilnefningu þarna en maður ársins 2025 erlendis, hvað eru þið með þar? Ég er bara með Trump sem skúrkur ársins þá eða ég er með hann sem mann ásins hann alltaf vann friðaverðlaun FIFA
Já, ég glemdi því. Já. Já, við skulum halda því til það. Já. Nú kemur aftan á okkur sko. Möskarinn. Nei. Hver áttu gott ár hann? Þetta nú ekkert búið að vera neitt frábært ár út í heimi. Nei. Er það bara Trumparinn eða? Ég ætla að segja Ronaldo. Hann er fertur, hann er að nálgast 1000 mörk, hann lítur út eins og hann sé tvítur. Ég var að horfa mynda á hann í dag. Já, það er endar mögulega AI sko. Mögulega, en hann En hann er samt glæsilegur, já, já. hann er mitt sjátt. Já, ég veit það ekki. Ég er að hugsa um einhverja anstæðu við Trump-fáitan, að þá myndi mér langar alveg að gefa sem tók við sem Þýskalandskanslari Já. fyrir árinu, hann Friedrich Merz, Já. sem hann verið svona í fyrsta skipti sem komin einhver svona alvöru leiðtói í Þýskalandi, ólíkt því sem var hann Ólaf Scholz og undan og Merkel sem skildi allt í bál og brandi hérna í Þýskalandi. Hann tók auðvitað risastóra ákvörðun sem hann náði Þýskalandskanslinn þegar hann náði að afnema það skuldaþak í Þýskalandi til þess að opna fyrir það að þjóðverðar gæti farið að gera sér gildandi í því að auka útgjöld til varnarmála, og þegar þessi ákvörðun var tilkynnt fyrir árunni þá tölum menn um þetta væri svona bara gæti markað einhver þáttaskilbar í sögu Evrópu. Hann sé búið að taka þessa svona spennitreyju af Þýskalandi í því að sem nauðsynlegt er núna sérstaklega þegar Bandaríkin eru smá saman að hverfa af sjónarsviðinu sem einhvers konar raunverulegu bandamaður og þáttakandi í því að tryggja öryggi og varnir í Evrópu. Og hann er líka sem betur fyrir sem þörfur á talar stöðuna í Evrópu eins og hún mistöki sem hafa verið gerð í það sem hafa valdið því að samkeppnishæfni álfunnar hefur búin að vera þverrandi síðastliðin ár og áratugi. Þannig að það er þörf á fleiri svona leiðtogum í Evrópu. Þannig að minnst hann alveg eiga skilja maður ásins, hann er alveg greinilega gegna líkilúturki að þjappa saman Evrópuríkjunum í því að í nauðsi þess meðan hans líka að bakka upp Evrópu, bakka upp fyrir ekki Úkraínu og veita þann stuðning fjárhagslegan og hernaðarlegan sem þörf var á. Núna þegar sá stuðningur hefur þornað upp alfarið á hálfu Bandaríkjanna. Ég allan að svona sko... Þetta er svona sem flest var að hugsa, Friedrich Merz. ég bara Powell seðlabankastjóra fyrir að staði upp í hárinu á Trump sko. Það er mótaði við þinni tilhörningu. Það er þetta moment ásins þegar stóðu saman það finnast að klippa eða sko. En Þýskaland, þetta er alveg merkilegt hagkerfi sko, hvernig þeim sko þeir eru algjöru sérfræðingar framleiðslu og svo eru rafbílar auðvitað með mun einfaldari íhluti og annað slíkt, þannig að aðfanga framleiðsla sem að Þýskaland hefur einhvern veginn svolítið byggt sinn rekstur á fara þverrandi og þeir hefur ekki tekist að færa sig yfir í, ég var að segja einhverja gervigreinda nýsköpun eða annað, mögulega þegar þeir eru leiðandi í regluverka smíðinni náttúrulega í Evrópusambandinu og fleira sem að hefur aftræðum en núna kannski líflína að geta bara farið aftur í gamla góða stríðsreksturinn. Það virðist vera það og bílaframleiðslan sem að þeir gera mjög vel sko. Já, en það mun taka tíma fyrir Evrópu og meiri samhæfingu á milli ríkja í því að efla vígbúnaðinn og hvað það var þar. En Þýskaland er bara, þeir er bara í fullkomnu stormi, menna það er allt sem þeir hafa verið háður er núna einhvern veginn að hitta það illa fyrir. Ég menna þeirra viðskiptamótur gekk út af það að fá ódýra orku fyrir Rússlandi. Það fór út innrásin Úkraínu. Þeir reiddu sig á þétt og náðu varnarsambandi Bandaríkin. Það er að molna undan því. Þeir reiddu sig á markaði í Kína. Selja innavörur sínar á bíl og annað. Sá markaðir að hverfa. Og svo staðið þetta er bara komin upp sem þetta ég man ekki eftir í undanfarna áratugi að þessi tvö forystu ríki innan Evrópusambandsins, Þýskaland og Frakkland eru bæði bara á gríðarlega vondum stað efnahagslega séð. Þessi þætti sem ég nefndi með Þýskaland og svo með Frakkland sem er skuldum vafið, með gríðarlega ríkiskuldir og til viðbóta séðan ófjármagnaðar lífeyrisskuldbindingar og
Þannig að þetta svona alveg vægaskatt svona krefandi verkefni sem þessi svona leiðtogaríkin álfunum standa frammi fyrir og svona ég skil ekki nokkuð einasta mann sem telur að þessi hagsmunum Íslandsborgi í að fara inn í þannig klúbb eins og sakki standa. Nei. Það verður spennandi að fylgjast með því hvort þeir munu ná að blása einhverju lífi í þetta. Það sigurverðið í þessu flokki að sjálfsögðu Frídrik. Ég held að séu allir saman það, þetta einróma. Já, það ótrúlega ekki skrifan hjá mér þetta í dag. Knattspyrnumar ársins 2025, það eru 4 tilnefningar, það eru Albert Guðmundsson, gófinu þáttarins, það er Hákon Arnar Haraldsson, Glódís Perla og Viktor Bjarki Daðason. Þorbjörn Atli, hver sigurverðin þannig? Ef ekki hafa þetta íþróttamæður ársins og bæta Gísla Þorgerði við? Jú, ég til ég. Já, ég meina, mér finnst þetta bara algjörlega augljóst. Þetta er Viktor Bjarki Daðason sem skorar þarna 17 ára gamall í meistaradeildinni. Kannski svona kann eitthvað að lita mig að hann er alinn upp með sonum mínum í Fram. Jú. Og ég þekki Kauða ágætlega og pappans en fyrir mér er hann sigurverðin. Já. Er hann ekki með 2 marka meistaradeildinni eða? Jú. Já. Sko, ekki yngstur í sögun til að gera þau? Ég held að hann hefði verið 3. yngsti allan með fyrsta Annum með 2 var hann heldur yngstur. Já. Drákut áhengur hjá honum. Búin að vera þarna í rétt rúmt ár og bara þetta er svona það er ekkit nýtt í því að Hákon sé að standa sig vel og hinni sem hann nefndi voru sko. Já. Sko, Orri Steinn fór á 3 milljarða frá FCK og það er talað að Viktor Bjarki geti fara á enn meiri pening. Auðvitað náttúrulega bara, við erum að tala alveg vandræðilega ungan strák sko, en hann hefur allt í brunns að bera til að verða bara world class. Já, ég meina bara hann á svo mikið eftir í þroska og hann er svo ótrúlega hann er bara algjört hann er svona annað býst, hann er bara alltaf á réttum stað og er 82 metrar á hæð og þannig að hann hefur sko að því ég heyrði að einhvern veginn nefndi þú að þú mæli hvernig þinn á knattspyrnumenn er hver þérna mikið sko hann er ekki komið þanga en svona virði hans er búið að aukast gríðarlega mikið núna á stundum tíma. En það sem hann tók líka eftir með þennan dreng sko er að hann er 17 ára skor í meistaradeildinni einhverju hefði bara sturlast bara mómentið svo stórt, hann var bara eins og hann væri bara út í brauð að kaupa sér skinku og ost og ætlaði bara heima að rista brauðið sitt sko. Hann var bara, hann er alveg haus á þessum dreng sko. Ég veit að hann kemur nú stundum og spilar póker við allan annan son minn út í bílskur að mér skildist á honum allan að þeir nei, hann er ekki spilafíkill en þeir eru fannir að taka á honum peningin núna. Er það? Já, borga ekki með hennu. Já, það er skynsalegt. Viktor Bjarki Daðason, vel að þessu komin til hamingju. Ég er ekki sammálaður. Þetta er ekki sammálaður. Ég er alveg hvita. Hörðu með eitthvað? Nei, ég var ekki, ég reyndi svona í aðdraðan þáttarins að hann agitera fyrir hann Hauki Haraldssoni. Já, ég sagði Hákon. Nei, ég fyrir ekki Hákoni Haraldssoni. Já. Ekki bróður hans. Nei. Hann er helviti góður, líka að skaga honum. Já, Haukur efnilegur. En eins og Þorbjörn segir, ekkert nýtt í því. Hann er bara alltaf góður, sko. Nei. Hann eftir að vinda margoft í framtíð. Viðskiptamaður ársins tilnefningar Hjörleifur og þau hjón sem við tölum sem á hann, seldu Öskju, öryggismiðstöðuna, Björgólfur Thor, Róbert Vestmann, svo eru við með Metabrósa þannig líka. Þeir eru búin að gera helviti góða hluti, mjög flottir. Erum við að gleyma einhverjum, strákar? Viðskiptamaður ársins 2025 á Íslandi. Ég myndi, þú veist, að því vorum að ræða Söluna og Lísi til Brims með að nefna þar Katrínu. Já, klárt. Pétursdóttur. 30 milljarðar. Já, flott sala og hann held að Lísi eigi afskaplega vel saman við Brim og það var alveg vitað að það voru fleiri áhugasami kaupendur að Lísi. Maður alveg heilt að því að Samherji hafi líka verið mjög áhugasamt að kaupa Lísi þótt að ekki að voru því og hún Katrín auðvitað lýst í líka sjálf yfir að það voru mörg erlend fyrirtæki svo líka að bera víunar í félagið en þau hafi staðið svona fast að því að vilja halda því hérna á Íslandi sem er gott og vel
Já, sko, við ræddum þetta ekkert sérstaklega og hún tala markaðan á sjávarútvegsfyrirtækir auðvitað náttúrulega þeir eru með tekjur í annarri mynt. Sko, þetta voru dálítið random kaup. Gummi Brím kom reyndar til okkar í frábært viðtal fyrir árinu þar sem hann talaði auðvitað að það væri bara x kvóti sem verið með hann, þið þurfti að leita annað til að fara í vöxt. Komum þetta samt ykkur á mörku, Þorbjörn, mér fannst það svo random kaup, eða kannski er ég að bulla núna? Já. Kom mér óvart, en... Já, svona, en svona með hvað hann hefur verið að tala varandi að færa út virðiskeðuna og þá meikaðu sens. Þannig að, Svo er oft með þessi, maður grípa inn í sko, oft með þessi, það hefur nú verið svona nokkuð svona stór viðskipti í sjávarútvegi undanfarin ár. Munum þegar að Guðmundur keypti HB Granda, hvað var það 2017, frekar 18, og Síldarvinnsla keypti Vísir í Grindavík. Ég veit ekki, maður reynir að fylgjast ágætlega með og hliðra hvað er gangi, en í öll þessi svona skipti bara svona kemur þetta svona out of the blue og það má kannski segja að það helgist meðal annars til því að ég held í öllum þessum tilfellum eru þessir aðilar að klára þetta í mjög þröngum hópi og mjög skömmum tíma. Þannig að þetta svona gerist á þess að þetta sé mikið að fréttast eða legg út og kemur þar alveg mörgum kannski óvart þótt að sé að þetta byrtist og þá þetta nær maður að púsla saman eins og Þorbjörn nefnir þetta fellur fullkomlega í þau skilabóð sem Guðmundur í Brimi búin að vera að segja undir fjörnum uppgjördsfundum og Brimi það fyrirtæki, sjávarútvegsfyrirtæki sem er með mestu afla hlutdeildina það var verið þarna að dansa í kringu 12% þakki þannig að ekki geta stækka með því að kaupa önnu fyrirtæki þannig að þetta var svo sem alveg rökrétt og verið mjög spennandi að sjá hvernig spilast út þessu. Já. Klárt. Þjálfar ársins Þannig að það er nýðstofan, er það viðskiptamar ársins kattaði lýsið það? Það ekki, já, hörðu fæði þannig flokka. Já, eða Guðmundur þá. Já, eða bara Frídrik Mers, kannski. Þjálfar ársins, þar eru okna tilendingar Heimir Hallgrímsson sem að sigraði Portugalina, komst inn í hausinn á Cristiano Ronaldo, sigraði Ungverji útivelli og komið með á umspil, ekki HM, komið með umspil fyrir HM. Okkar allra besti, Freyr Alexandersson sem er að leyfa Norsurum að dreyma með brann í Evrópudeildinni, smá brekka í deildinni heima fyrir en hann er Evrópukall. Var þetta ekki bara 4. sæti solid? Jú, það er enda ekki það solid á þeim bænum sko. Bara allt í lagi, ekki gætt. Sölvi Ottesen, Íslandsmeistari á sinni fyrst tíðanbili, Lárus Orri Sigurðsson, The Great Escape frá Skaganum. Það var allir búin að bóka Skaga niður, Lárus Orri sagði hold my kaldi og svo Einar Jóns, Þorbjörn, hver er það? Sko, þetta er ekki fótbolta-podcast ég ætlaði nú sko Ekki Lárus Orri augljóslega. Já, það verður að skipta þessu upp í fótbolt og annað ég ætla að gefa þér það að fá Lárus Orra mér finnst hann svona allavega að þessum íslensku þjálfurum standa upp úr komið mjög óvart, ég hafði enga trú að það var á þeim Nei, ekki með því hvernig það var Ég bara, skildi ekki þessa ráningu Nei, en sammála En svo vissulega, Freyr búin að standa sér frábærlega og já, sérstaklega hann. Sko, Einar Jónsson, vill þannig til að hann er þjálfari fram í... Já, með gruna þetta var eitthvað yngri flokka þjálfari fram með eitthvað. Nei, hann gerir fram að Íslandsmeisturum og byggameisturum í handbolta. Sko, með ég segi ekki kjúklingaskít í höndunum, hann er bara með bara algjörlega nýtt lið, unga stráka, uppalið, meira og minna allt í fram. Þannig að mér fannst það var ótrúlegt achievement hjá honum og efast að það verið endurleikið með þessum hætti. Það var og það má líka gefa hún sjátt fyrir þetta viðtala sem var tönnin fyrir á flakk. Ótrúlegt atvik sko. Svo bara alltaf gaman að hann alltaf kallaði repstjórin í framheimlunum hann var svona þekktu fyrir að vera mjög easy going og svo sýnir hann allt annan brag á sér í þessu djópi mikil keppnismadur en Þetta er Lárus Orri eða hvað? Eða hvað? Mér heyrist þetta að tala okkur í þá Já, ég er algjörlega með fótboltamegin en Einar sem er tilnæmdur í annað. Hann er handboltaþjálfari. Hann átti endar ótrúlegt tíma. Já, ég veit allt um það. Sko, fyrirtæki ásins, við nefnum bara alla okkar samstarfsaðila. Eru þið með eitthvað fyrirtæki fyrir okkur? Hvaða fyrirtæki er
mjög ánægt með árið 2025 og er sigur þess árs. Og þú mátt byrja á þessari. Ég þarna klikkaði heimavinnan. Já, Já. Þið eru búin að standa ykkur vel. Við getum alveg valið þetta, sko. Ég finnst þetta David Jones. Já, David Jones stölunar. Já. Já, er ekki blöss? Eða Blöss, já. Þau frábært saman, shot líka, já. sko. Það líka hendar mjög vel saman, sko. Ekki bara, David Jones og Blöss. Þau eru, Já, nema eitthvað annað komið, það kemur það bara. já, það kemur það bara eftir. Svo getum við valið alvótek líka. Við erum komnir í forstjóra ársins 2025 og tilnæmdir eru María Björk í Símanum sem að gerir ekki annan að vera í Símanum að kaupa fyrirtæki. Hrefna Ösp, Credit Info. Hrefna Ösp, Credit Info, klárt, Halldór Benjamin, Heimar, Benedikt Gíslason, Arion banki, Reykurinn, Ásgeir Reykur í Skél, Eldur Ólafsson sem var í einhverju 38 minni innslega á Stöð 2 áðan og geðveikt. Er ég að gleyma einhverjum eða vil ég velja á þessum hópi? Er ekki bara skagatengin? Já. Gefa Geir þetta. Þannig að það fari ekki alveg tómur. Allan að staði í stórraðum. Já, það hefur verið svona mesta fréttaflæði nánast eða í kringum. Mhm. Það hefur alltaf liðið svo mánuðu sem ekki okkur viðskipti sem hann er að garfi og hann auðvitað líka eins og maður hann tengja hann yfir í hann þetta er sem skelir stórhlutaf í Skaga Einmitt. og okkar maður situr þar í stjórn hann Já. sem er að reyna að klára að saminast Íslandsbanka sem voru þetta stór tíðindi á árinu. Þannig að já, ef ekki gefa Geir þetta. Vá, til hamingju Ásgeir Reykur, þú ert forstjóri ársins 2025. Við þurfum að búa til styttur fyrir næsta Já, ár. Fyrir við næsta erum að gera það, já. Við erum að fá hann í þáttinn til að taka við. Já, Verðlaunum. Já, þú ert alltaf velkomin Ásgeir. Hagfræðingur ársins 2025. Við skrifum að blaða Ásgeir Jónsson auðvitað, okkar besti vinnur, Heiðar Guðjónsson, Þórður Pálsson, liftingafélagi Þórbjarnar og Agnar Tómas Möller. Agnar er ekki hagfræðingur. Nú, ok. Þannig að hagfræðingur í okkar augum, sko. Hver er hagfræðingur ársins? Það lítur að vera Þóru Pálsson. Já, annar árið röð. Já. Hann Já. Hann er svo sem alltaf viljaði komin. Já, það er ekki. Ég er alveg til í að samt að gefa sjátt á Heiðar, sko. Já, það er ekki að spyrja okkur tvisvar það, sko. Já, Nei, líka bara, meina, hann bjóð til svona stærstu fréttinnar í desembermánuði, þannig að þótt að kannski tengist ekki hagfræðigráðuna spesielt. Nei, sko, sorry framhjólabeðina, en mér langar svo að spyrja þetta, því að þarna gengi hjá Skaga lækkaði allt í hérna því að það var beðið með auka fundan hjá Íslandsbanka í stjórninni, Heiðar Guðjóns allar reyna að vera stjórnarformaður Íslandsbanka, sorry, ég veit þetta var ekki undirbúið, en Heiðar allar reyna að vera stjórnarformaður, en af hverju lækkar gengi á Skaga? Þeir vilja halda áfram þessum viðræðum eða ekki samruna viðræðum? Já, ef ég bara, þú veist, gengið lækkar þetta mjög hraustlega strax dagan eftir að það er búið að hlutafundu sem allir vita að Heiðar Guðjónsson stendur á bakvið ásamt hópi fjárfesta sem hann staðfestist í hann sjálfur nokkur dögum seinna. Og ástæðan fyrir það að lækkar er að Heiðar hefur verið eins og kannski alltaf ófeimin við að lýsa þeirri skoðun sinni við alla sem vilja heyra frá því að var tilkynnt samruna viðræður Skaga og Íslandsbanka snemma í októbermánuði að hann teldi verðlagningu Íslandsbanka í hvað var það skiptilutin í þeim samruna vera allt og óhagstæð og þá á móti að verðlagning á Skaga væri allt og hagstæð fyrir hlutafa þess félags. Þannig að það var svo sem eðlilegt að það vöknuð upp áhyggjur raddir á meðal fjárfesta að innkoma Heiðar sinni stjórnuna, svo ég tala ekki hann allir að vera stjórnaformaður og hefur stundið þess sem ég veist mjög líklegt að það kynni að hafa áhrif á þessa samruna viðræður. Heiðar hefur síðan sjálfur lýst yfir í viðtali sem að fóru í hlaðvarpsþættinum Akkur að innkoma hans stjórnuna sé ekki til þess að slíta viðræðanum en að móti, þetta var hann frekar skýri því eins og ég nefndi að hann teldi þessi atriði í skilmálunum og hagstað fyrir hluthafa Íslandsbanka, þannig að eftir sitt spurningin hvort að hann og með þá mögulega fulltingi annara stjórnamanna
aftur gefnum, maður veit ekki hvað þessu mikla breyting að vera á stjórnin hann á hlutafundunum 19. janúar næstkomandi. Allan ljóst að vera allan að 2 nýju stjórnumenn sem koma inn með stöðunum sem núna. Hvort það verði einhvern veginn endur samið á nýtt, þannig að þvílíknum til var það alveg eðlilegt að það var einhver lækkun, en kannski er hún meiri heldur en efnistanda til. Þorbjörn, við rættum aðeins bankan á hann, menna, hversu stórt væri fyrir Íslandsbanka að fá Heiðar Guðjóns sem stjórnarformann? Það væri allan að til þess falli hann myndi vantarlega hrista aðeins upp í hlutunum og hann er svo sem svona, þú veist, já, hann tala nú svona eitthvað hann vildi breyta kúltúrnum og annars slíkt sko, en hérna svona sitt sýnis hverfi með það allavega hann ekki lognmótla í kringum hann og mér finnst hann alveg hérna geta fengið þennan titil bara svona fyrir það eitt að vera ekki leiðilegur hagfræðingur heldur svona hrista upp í hlutunum heldur betur og hérna þannig að já, ég held að það er ekki mikið vísindamann til þess að átta sig á því að já, hann svona hérna hann hristir upp í hlutunum. Já, djúvill væri gott að fá hann að vinna maður. Tóti Guðjóns, hagfræðingur ársins. Tóti Guðjóns? Já. Tóti Páls? Hann fær ekki að sjátt. Eða Heiðar Páls. Já, Heiðar Pálsson. Stjórnmálamaður ársins 2025. Já. Til greina koma Kay Frost, Sigmundur Davíð, Snorri Másson og Þorgerður Katrín. Eða einhverju sem þeir Tveir hagfræðingar og 2 lögfræðingar. Já. 2 hagfræðingar. Ekki Kristún og Sigmundur eða ég held að Sigmundur túlkunarmál hvað hann er. Þessi stjórnmálafræðingur. Þessi sjálflærafræðingur. Já. Eitthvað sjátt þarna. Hver er stoltastur af árunu 2025 sem stjórnmálamaður, hver er stærsti sigurinn? Snorri ekki íslensku fræðingur, frekar en lögfræðingur? Nei, ég veit ekki. Hann er íslensku fræðingur. Já. En mér finnst vanta hann... Þetta er þinn þáttur líka. Já, takk fyrir það. Kjör svo vel. Mér finnst vanta þarna og ég segi það ekki til þess að lýsi velþóknun á þeim stjórnmálamann, en stjórnmálamaður ásins er þetta Inga Sæland. Býttu nú við. Já. Nei, ég meina... Hún var það í fyrra hjá okkur, sko. Já, ok, ég kannski fann fram heldur tekinn. Já, ok. Og sko, hún náttúrulega hringdi þetta símdal 2005 til dæmis. Já, ég ruglast þessi, þetta ríkisstjórnin mynduði lók 20, ok. En ok, ég meina, hún er samt, hún er með 3 ráðuneyti undir beltinu núna og þú veist þannig að mér finnst það bara gott sjátt. Já. Ég hef kannski meira að horfa á tíma, já. Þú ætlar að segja Guðmundur Ingi. Er bæjarpólitíkin ekki undir í þessu? Jú. Ásdís Kristjánsdóttir. Já. Hún að gera ótrúlega hluti. Það er algjörlega blasa við. Til í þetta. Ásdís Kristjánsdóttir er stjórnmálamaður ársins. Sammála því. Já, vel gert Þorbjörn. Popquiz Birgir. Gott að vera með stjórnmálafræðing. Hvað heitir borgarstjóri Reykjavíkur? Heiða Björg Hilmisdóttir, hún er næsti gestur þáttarins. Vel gert. Ég var skítrættur að þú myndir spyrja með þessu. Það er dag og bí. Já. Hvað segir strákar? Erum við að... Það er síðasti leiðurinn. Er það fjölmiðlamaður ársins? Já, eða síðasti velun. Já. Það eru þetta Hjörvar Hafleðarsson, Stefán Einar, Gísli Freyr, KG Podd stelpunnar, Ólöf og Kristín. Ég ætla að bæta einum við. Ég segi Gunnar Smári samstöðunum líka. Já. Og og Hörður Ægisson. Já. Þetta eru erlendir sem við getum valið. Já, leiðum þá kannski Þorbjörn eða fyrst atkvæði. Já, það er... Ég Gunnar Smári eða? Jú. Já, Jón Páll. Man nú ekki hvað, fyrst ég man ekki nafni á podcastunum þá kannski er erfitt já. Já erfitt að horfa fram hjá Hjörvari finnst mér sko en það voru nú veislustjórar í brúðkaupinu mínu komið gott og stóðu sér mjög vel Takk fyrir bóði og hann hann ástæði fyrir bauð þér ekki en svo drikkveldur skál en já, það er fá mitt atkvæði. Já, ég tek alveg undir það. KG, sammála. Það eru efstar á Spotify, held ég. Já, Ólöf og Kristín. Þetta er búið að vera árið þeirra. Já, slóu Hjörvari við, sem ég held að vera ómöguleiki. Hann hefur ánægð með það, kallinn. Já, það var hrikalega flott það. Mjög gott, sammála þessu flott. KG Bot.
Já, þá erum kominir í aðra flokka og það eru þetta Og það eru dálítið við bara að segja hver eru velnáður. Já, Nei, þeir meiga alveg mótmælaði, sko. Hann getur alveg komið inn að frítrykka aftur eða með sko. já Það eru David Jones, 2 nýjar tegundur á leiðinni 15. janúar Setur countdown á stað. tilkynning, setjum countdown á stað. Ég er búin að smakka þetta. Er það? Ég fekk að kíkja í David Jones verksmiðjunni í Svíþjóð, smakka þetta. Geðveikt. Það er einhver logið það að þetta er fáránlega gott og svo er það sút upp. Já, við erum báðir í sótu. Höri jakkanum í dag í tilumni kæfunar og Já, þeir eru líka glæsilega gestnir. Hvetjum ykkur til að taka hana þátt á YouTube. já, vera vel til fara nýja ári, þá er það Jökull og Egil í sút upp. Og þeir eru með opið á gamlástag. Bólholt. Ekki vera klæddur svo trúður á gamlástag. Bólholt 4, Sigur ársins þá Sigur Vignis Vatnars á Magnúsi Karlsson. Við hljótum að vera sammála því strókar. Það er ekki það. Jú, Það er bara ekki spurning sko. Það er rosalegt. Vinna Magnús Karls. Til hamingju Vignir. Aðstofamaður / aukaleikari ársins Jakob Birgis fær hérna honorable mention. Það er dag og B. Það er ekki dag og B. Auka leikar ásins. Já, nákvæmlega minn, býr næsta húsi. Kona ársins. Sólveig Anna Jónsdóttir. Sammála því strókar. Já. Tjöfull er hún búin að koma á sterkinn. Þetta er búið árið hennars. Hún er búin að afgræða vókið, hún er búin að standa helviti vel. Já, það eru sammála því. Engi sprett til höfðinu. Já, bara til að slúta þessu opnun ársins, það er náttúrulega Garður í matvöll í Smáralind sem er glæsilegasta matvöll á Íslandi og ræða ársins er Very Good Morning með Guðmund Inga. Má ég sjá solpadel.is og frumkvölar ársins eru það er annarkvort metasport eða solpadel sem voru að tryggja sér umbúðið á Nox á Íslandi sem er padel vörumerki. Ok. Það er svona mitt innslaginn í hennan lið. En næst síðasti liður fyrir riddarspurningarnar. Nei, ég heldur hendum okkur bara riddara. Það ekki bara. Jú. Við getum líka tekið góð og langa umræðum verðbólguna. Það ég eiginlega nunni ekki. Ég er eiginlega búið með ómaka kalda fyrir það. Já, þá erum við komin bara í riddarspurningarnar. Í blandu almennar og það er búið Frumeri og Kimi. Kannski leifum bara Þorbirni í fyrsta skipti í sögu Tjæsudark ætlum að leifa gesti að velja Kimi vöruvíkunar. Þorbirn Atli, hvað má bjóða þér? Ég er sérst með Hann er að setja á sig gleraugun hérna. Silikónspray, hanskar, einnóta, Og þú mátt bara velja þér. heyrnarhlíf, mótor. Ég held ég taki alltaf talstöðuna. Já, ég fannst það líka. Það er svo gott að vera með talstöð sko. Já, Kimi varavíkunar er talstöðin góða, Motorola LKR T92 talstöð. Já. Og hún er ekki nema 34.036 krónur. Þetta er reyndar það stórt hús hjá Agró og það kemur ekki óvart að þyrfti talstöðarinn sko. Já. Og alltaf fleiri talstöðar. Allir að drífa sig í skoðun hjá Frumera. Nýtt ár, ný skoðun. Hefumst á handa. Verða aflaheimildir í strandveiðum auknar á næsta ári svo að hægt sé að tryggja 48 veiðita? Ef já, hvaðan eiga þær heimildir að koma? Þorbjörn úttekning. Þorbjörn Atli, þú kannski byrjar. Er ekki einfaldar að svari, þannig ég þarf ekki að segja meir, bara nei. 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 Hversu mikið verður vísitalan í íslensku kaupöllinni árið 2026? Upp, já. Ef hún verður upp. Skal byrja að skjóta eitthvað. Hún verður upp 15%. Já, 23. Já. Alveg nautgripi hérna í settinu hjá okkur, ánægða með þá. Þorbjörn, byrjum á þér núna. Hvar leikja fjárfestingatækifærin árið 2026? Þegar ég að svara ég aftur. Þú varst náttúrulega bara aðeins að tala um eitthvað fyrirtæki á það. Já, Tölum ekkert um eitthvað tæk. Já, menn geta kannski lesið í það. Eða hvað? Já, ég veist. Bara fylgja þessari nálgun hötta, setja ekki öll eggin í sömu körfuna. Og og þeir eru nú sponsoraðir af einhverjum sjóðum. Íslandssjóðum, miklu mistarar. Það er þá ein leið. Já. Til þess að svona grípa tækifæri sem mann finnst vera. Það hefur ekkert breyst þó að það er gefið á einhver staðar. Mér mikið á ég meina ólíkt því sem er hort yfir vesturum að það sem er mikil umræðandi gangi að verðlagning hlutabréfa markaðans þar sé mjög há. Þetta einskora við
tiltekinn fyrirtæki, þá held ég að svona heiltíði með segja að verðlagninga á íslensku fjölum í kauputinu sé mjög hagstæð. Þannig að með því að fylgja þeirri fjárfækastefnu eins og Þorbjörn er nefna að reyna aðeins að dreifa heggjónum í hafa þetta fjölbreytt, þá held ég að það geti alveg skilið ágætis ávöxtun næsta ári. Þannig að Eitt sem ég langar að spyrja ykkur að því að við erum bara í rólegheitum með það. Sko, við getum talað hlutabréfamarkaðinu sem við viljum langt fram á kvöld, en ef að ríkisstjórnin rífur svo ekki í gang, næri ekki að lækka vexti, næri ekki að lækka verðbólgu, af hverju ætti þá einhverjir að fara með pening út á markað þegar við getum fengið kannski 7-8% ávöxtun á, eins og við tölum á hann, bara innlánsreikninga, ríkisskuldabréf eða eitthvað annað. Þú veist, hlutabréfamarkaðinu fallinu sjálft séð ekki á meðan að ástandið svona eða hvað? Jú, svo ertu náttúrulega að hugsa þetta líka til einhvers tíma. Já. Að til lengri tíma þá, ef að hlutinir eru vel verðlagðir í dag, að þá allan að trúum að því að það finnist einhvers konar raunvirði fyrir hlutina going forward og ef þetta hækkar ekki á næsta ári þá eru þessi félög fyrir utan vaxtafélögin, þetta eru bara hörkur rekstur á þeim og í prinsipinu þá nú verðbólgan svo framalega sem hún er ekki mjög mikil, mjög góð fyrir reksturinn á mörgum af þessum félögum og vextirnir eru bara ein hlið á teiningnum þannig að Kannski aðeins mikið einföldun hjá mér. Já, og svo náttúrulega ríkisstjórnin ekki aðilinn sem að stýri vöxtum í landinu eða verðbólgunni út í það fari en ég og mitt teimi allan erum enn þeirra skoðunar og meðal annars kemur það til að okkar sýn á ekki spá á fasteignamarkaði að svona sá hluti verði vinni gegn verðbólgunni á næstu ári og og þó maður sé búin að varpa ljósi á eins og veitur og svona vonda stemningu þá getur það svo sem þarf ekkert annað en eina verðbólgumælingu til þess að horfi allt öðru við okkur og þetta er maður ennþá að vona að það verði í janúar og í februar að flugliðurinn sem að hafi yfir 0,5% áhrif í einu mánuði fyrir lið sem að telur örfá prósent af vísitölunni hann getur bánsað í hina áttina og við erum ekki að teikna það upp þar sem að það eru alveg ennþá ágætis forsendur fyrir því að verðbólga geti haldið áfram að lækka og ég tala nú ekki þegar það er fyrir séð að atvinnulífið er allan svona tekjumöguleikar hagkerfisins eru aðeins að minnka þannig að ég bara vitna í Sigur Bendins, ég lifi í voninni En maður vonar líka að menna tengt fjárfæstartækifærum á nýju ári að það verði einhverja nýskráningar sem þá mögulega verði spennandi fyrir venjulega fjárfæstar að koma að menn að við sjáum stóður til að mynda settu voru að vonast eftir að komast á markað þessu ári eða svona í að því og að fært þá tímalínunum fram á fyrir áselming næsta ás. Við höfum síðan að Bláa lónið er með nokkra svona glugga sem að miða við að skrá sig. Fyrsti glugginn er núna á öðrum fjórðungi næsta ás. Við höfum síðan Arctic Adventures og hann sem er núna saminast kynnisferðum. Líka að setja markið á skráningu mögulega á næsta ári þótt það sé kannski ólíklegt að það náist og fleiri fyrirtæki. Varstu búin að nefna Styrkás? Nei, ég glemdi Styrkás og og einhvern tíma var Kóri Pharma líka fyrirtæki líka að setja stefnu á markað 26 þannig að ég ætla að vona að verða eitthvað aðeins tíðinda meira frétt af skráningum á næsta ári heldur en var á þessu ári sem er nú eiginlega erfitt að vera ekki að því að gerist ekki neitt. Hvaða lið verður Englandsmeistari árið 2026? City. Já, ég sammála því. Já, ég vona það líka bara. Frekar heldur en Arsenal alltaf. Kemur einn til okkar, Birkir. Já. Til Katbræðra.
Hvernig kemur Róbert Vestmann í þáttinn, spyr Jósef Hermann? Hann er bara alltaf velkominn. Já, úr því þetta áramótakefin ætla ég að segja 2026. Já. Það verður gott ár. Yngvi velkominn. Þór Georgsson, Yngvi Aflamiðlun spyr og það er til ykkar beggja strákar. Hvort er þið tím Vestmann eða Kat í stóra Albertsmálnu? Ég No comment. Ég er tím Vestmann að ég er alltaf Já, sjálfsög. ég er tím að standa með vini sinum. Já. Já, Já, Já. sem ég veist bara gott teik. flott. Björn, Tóttalið kannski geta það gert það bara í hljóði. já. Já, það er svo það er. Við erum breytt bak. Björn Ötter, hann á næstu spurningu og hann tekur enga fanga. Þessi er líka til beggja. Hvort er herra? Kílóin hjá Þorbirni eða sentimetrarnir hjá herriði? Já, þetta er þetta ekki jafntefli. Jón Vaff Ágússon spyr og þessi til þín Þorbjörn, ertu ekki víkingur inn við beinið? Jú, ég er það. Inn við beinið. Í hvaða sæti enda fram í bestu deildinni 2026? Fjórða seti. Já, Evrópa. Já, við verðum byggamestrar. Já, og líka. Hörður, hver verður borgarstjóri árið 2026? Hildur Björnsdóttir. Já. Má ég ekki svara þessu? Jú, gjör það. Af því ég get næ framtengingu þannig. Já. Það er Pétur Martinsson. Já. Þetta er sjátt. Þetta er stórt fyrir Hann alltaf í Vesturbæ. samfóna, sko. Já. Hversu stórt verða fyrir Íslandsbanka að fá Heiðar Guðjón sem stjórnarformann Birgir Þessjón og eila frá þér, þú Já. lögum meðurna á það. Sko, ég er ekki fleiri frá mér. Nei, það er... Gleðilegt nýtt ár og þökkum fyrir Ég ætla að vera smánast Hlustum á því gamla. Ég ætla að vera smánast í við að lokin. Ég er með byssu við höfuð á okkur strákar og þið að fjárfesta í einu fyrirtæki núna 1. janúar, 2. janúar þegar markaður opna. Hvaða fyrirtæki farið í? Mig er ekki setja reglulega spórna hjá Íslandsöfum með. Þið gera það eftir, jú við með það líka, en þið með ekki svara því. Ég ætla að segja Amarok. Þá segir ég bara Alutech. Já. Hörður Ægisson og Þorbjörn Atli, takk fyrir kvöldi og takk fyrir komuna og gleðileg nýtt ár. Takk Gleðilegt fyrir. árið. Og takk fyrir að hlusta. Takk.